bjór tryggja það maður segja ykkur að vitleið. Það hárrétt hjá Brynjari. Já, glöggir kannski taka eftir hver eru komin í setti til okkar. Einmitt. En áður nú koma að þætti kvöldsins. Já. Þá viljum við bara bjóða ykkur velkomin. Já. Takk fyrir að hlusta og aðeins kannski segja ykkur frá Autocenter. Autocenter eru Tesla-vottaðir fyrir bílamálun og réttingum. Tesla erindis eru búin að taka út verkstæði hjá Autocenter og þeir eru búin að senda allt sitt starfsfólk til að fara út í gegnum alla þjálfun. Já. Og alltaf på 10 það? Ég alltaf på 10. Já. Við erum að tala það, 80% markaðslut til dag. Já. Þeir alltaf upp í 100. Við ætlum upp í 100. Ég kannski hérna á maður ekki vera að mæla með þessu en þú veist, ég hef heyrt dæmi þess að Tesla sem hafa það koma flottar en úr umbúðinu ef að þeir eru búin að laga þeir Þannig að það eru okkar menn í Autocenter sem að sjá Teslutan ykkar en að þætti kvöldsins gestir Chess After Dark eru Brynjar Níelsson lögmaður og fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins ásamt Hermanni Guðmundssoni fyrrum forstjóra N1 og núverandi forstjóri Kemi. Báðir góðvinir þáttarins. Verið hjartanlega velkomin strákar. Takk. Takk. Já. Kallaðu það stráka í ránaði með það. Já, bara strákar. Menn eru bara strákar í grunninn Já. Ef við byrjum á þér Hermann, hvernig ertu? Hvernig líkur á þér? Já, nokkuð sprækur maður er náttúrulega dálítið langeygur eftir þokkalegu sumri og það er allt útlit fyrir að það verði ekki þetta árið. Nei. Þannig að maður er farin að horfa til næsta ás og næsta sumar að það verði betra. Þú ert farin að horfa í það? Já, maður er búin að spara reyndar alveg gríðarlega. Ég hef ekki eitt krónu í sólavörn og spila mikið minna golf heldur en ég ætti að vera að gera, þannig að settið er nánast ónotað. Þannig að það er sparnaður í þessu. Já. Ég er að reyna að keyra niður verðbólguna. Já, vel gert. Við fögnum því. Já. Brynjar, þú varst að segja okkur verið þáttu að þú búin að vera mikið á golfi til að æfa þig í sumar. Já, ég er búin að gera það. Og hvernig gengur? Svona upp og ofan. Já. Já. En ég er svona, mér finnst ég að taka framförum. Kannski ekki annað hægt, en ég er heldur skárið núna heldur en oft verið oft áður. Já. Skárið heldur en verið. En ef þetta spyrir mig heilsuna hvernig ég hafi það eins og spurði Hermann þá var hún öll í morgun hjá mér. Já, þess að spurði við ekki. Ég er orðið slæmur í öxlinni, ég er slæmur í mjöðminn og mjóbakinn og það er allt í rúst. Anskoti sjálfs. Algjörlega. Birkir, hvernig er þú? Ég er frábært, takk fyrir að spyrja. Er það ekki bara? Gaman að fá þess að meistara í settið. Búin að bíða lengi til þessu þetta. Já, þessi verður skemmtur. Ég veit að það eru nokkrir ansi spetti fyrir þessu móti. Tveir öfgahægri menn hérna. Já, tveir íhjálp sem eru öfgahægri menn, það er glæsilegt. Ef við byrjum bara á Ólympíuleikunum. Hún deglu núna. Er einhver grein sem þeir eru að fylgjast með fremur öðrum? Já, ég er búin að liggja svolítið yfir Simon Biles í fimmleikunum. Já. Ég er mikill aðdáandi og við fengum auðvitað smá uppbytun á Netflix. Mjög skemmtilega þættir, get mælt með þeim. Og hún er auðvitað búin að ná fyrsta gullun í hús og það er örugglega meira sem þetta er að koma því að maður sér þegar hún að gera æfingar hún er bara í einhverjum öðrum klassa en allir hinir. Já, er hún ekki 1,40 á hæðið eitthvað? Hún er 1,42. Já, ekki gleyma 2. Þannig að alveg ótrúlegu kraftaverkamaður í fimmleikum. Já. Útgeislun af henni, bara skemmtilegu karakter líka. Já, hún er gaman að þessu. Já. Mér finnst hún minna mig svona á Michael Jordan, hún er með þetta sigur glott á vör. Já. Brynjar, hver er þín upp á síðast Ólympíuleikunum? Já, ég er fyrst með sundinu, ég er mjög gaman að því. Og svo náttúrulega kemur það frjálsu íþróttum, maður átt að sé á því hvað, góðir þulir og lýsendur skipta miklu máli. Getur gert keppnina skemmtilegri, kemur fróðleikur og maður er alltaf bara spenntur. Já. Og mér finnst það sundfólk alveg óbúslega fallegt alls saman og svona íþróttamannslegt og ég er alveg óbúslega spenntur í þessu Já. Og og svo býði bara Sigurbirni Árna í frjálsum eins og horfði á kappakstur traktora á Eurosport og það var svo góður lýsandi að ég hafi gaman að horfa traktora keppa. Þannig að það er góður lýsandi getur gert kraftaverk. Sigurbjörn Árni er náttúrulega algjör snillingur. Já, algjör. Já. Ég verð að vera um Danmóflíkuna, ég verð að byrja á þér Brynjar. Hvernig fannst þér setningarathöfnin? Það var nú gagnrýnandi dálítið mikið. Já, ég veist þetta bara svo plebbalegt ég gerir ekki mikið úr þessu samt en þetta er alveg ótrúlega plebbalegt og hallærislegt og mikið vók og rétthugsun og allt þetta og eitthvað fjölmenning og eitthvað þetta er bara
á sig mér finnst það bara hallærislegt. Já. Það er bara einu orðið. Ég er ekki móðgaður, ég er ekki heima alveg í miðum í, sko. Nei. Sammála því, Hermann? Já, það var bara barnalegt, fannst mér. Já. Eitthvað miskilningur, en ég held að mun enginn vera að tala þetta eftir 2 mánuði, þannig að þetta mun ekki rista djúpt. Nei, klárt. Algjörlega. Býtu, hvað var í gangi hérna, Birkir? Býi helli eða? Sko, þetta síðasta kvöldbáltíðin, ekki? Jú, hún var að endur gera. Já, þetta var bara einhver hálfber maður með eistun úti og eitthvað. Mér finnst það bara svo hallærislegt og ef maður ætlar að gera þetta eitthvað í nafni einhverja fjölmenningar eða fjölbreytileika þá er þetta bara algjörlega vísað. Algjörlega. Já. Talandi sundi við óskum Antoni Sveini Makíu þetta til hamingju. Já, vel gert. Komst áram, síkara vel gert, gaman að fylgjast með honum. Árum við kerum þetta almennilega í gang. Árum við fyrum í öllum pönnum. Og er allt vitlaust þetta. Já, þá er að setja strúktúrhúsin frá strúktúr. Við höfum að sjálfsögðu strúktúrtónana í upphafi þáttar. Nákvæmlega. En setja strúktúrhúsin, þau eru sérhönnuð fyrir Íslands veðurfar og einstaklega hagkvæmi kostur þegar kemur að því að byggja hús. Já, Lego fyrir fullorðna. Við segjum þetta sé bara Lego fyrir fullorðna. Rétt. Við leikum okkur aðeins eins og þú sýndir hérna fyrir þátt. Já, menn er mjög handlagnir, sko. Ef við kerum þetta bara beint í gang, þá hefur ríkissaksóknari óskað eftir því að Helgi Magnús Gunnarsson vararíkissaksóknari verið tímabundið leystur frá störfum vegna kæru sem hann á yfir sér frá hjálparsamtökunum Solaris. Sigmundur Davíð hefur blandið sér málið skorað á dómsmálaráðherra að verða ekki við beiðni ríkissaksóknara. Brynjar, ef við byrjum á þér, hvað segirðu þetta mál allt saman? Já, ég segi ekki annað þetta bara mál fyrir einhvern farveg, sko. Ég meina, það kemur þessi ósk eða beiðni og ríkissaksóknara til ráðherra. Ráðherran þarf auðvitað bara að skoða máli, gefa Helga kost á einhverjum andmælum og svo fer hann bara yfir þá að meta það hvort að það séu tilefni til þess, hvort að þetta sé tilefni til þess. Svona fljótt á litið með það sem hann segir síðast, sko, þá finnst mér það nú ekki, sko. Nei. En hver getur haft sína skoðun á því? En það breytir því ekki að menn í svona stöðu þurfa auðvitað að passa sig, hvað þeir segja og það er ekkert komist hjá því. Það er svona, það snýst svolítið ásýnd og trúveruleika embættanna, en ég get ekki séð að þetta hafi farið yfir eitthvað mörk í því, sko. Nei, hvað er það nákvæmlega sem að fer svona fyrir brjóstið á þessum hjálparsamtökum? Vitum við það? Já, það er væntanlega það bara hvernig hann tekur ákveðin svona hópa, menningarhópa og segir bara margir þessum hópum eru bara uppfylla ekki skilist að vera hérna og eru bara ekki bara því verstamálaði séu hérna sem á vel vera rétt einhver hluti að þessu en menn horfa á þetta hann sé bara yfirfæri þetta yfir ákveðna menning og trú og ég meina menn geta alltaf skoðun á því en kannski var hann ekki að segja mikið annað heldur en bara allir vita. Sko, Hermann, þetta mál snýrist að þessum Kúrani sem að heitir núna hvað heitir hann núna, Leifur? Er ekki Tórs Jónasson? Já, einmitt, nákvæmlega. T.H. Jónasson? Einmitt, en var hann að segja eitthvað sem að þarna var vitlaust þarna eða hann var í góðu viðtali í fréttum stöðu 2 áðan, hann er bara búin að vera þola hótanir í mörg ár frá þessum manni, sko. Já, mér finnst hann nú eiginlega að vera stóra fréttin að það fólk sem vinnur í réttarkerfinu skuli sita undir bara líflátshótunum og alls konar ógeði og hótunum frá fólki sem að á annarkvort ekki heima hér eða er að bíða eftir því að fá landvistarleyfi og svo framvegis og mér finnst við vera að taka allt of lind á slíkum málum við erum að taka alveg gríðarlega fast á svona málum kannski vantar réttarheimildir og þá þurfa að bæta úr því en ég held að íslenskur almenningur hafi enga þolinmæði fyrir því að fá inn svona sendingar eins og þessi Kúrani maður virðist vera, búin að margbrjóta af sér á Íslandi, er samt að fóttu dvalarleyfi og svo framvegis og hann verðist kannski bara að vera að bíða til að fá Íslands vegabréf svo hann getur flutt eitthvað annað og tekið upp svona yðju þar. Ekki þess að afhendur bara vegabréfi strax? Jú, það er kannski bara einfalda sko en ég veit það ekki. Mér finnst þetta bara dapurlegt að það skuli verið að sauma þarna að þessum saksóknara. Ég man nú bara eftir honum úr bankarhruninu og mjög mörgum erfiðum málum þar sem hann var nú ekki öfundsverður í því hlutverki að sækja samborgara sína þar til saka sumað ósekju situr svo undir þessu í mörg ár frá þessu glæpafólki sem að riðist hérna inn
og fær svo ekki stuðningi hana sinna til þess að standa í lappirnar. Heldur á að hrekja hann þar úr stól, sko. Já. Þannig að svona utanfrá, þekkjandi engan í þessum hópi, þá finnst mér þetta mjög dapurt. Sko, vandamálið auðvitað kringum þetta það að hér koma menn bara og fá vend og líka með að vera að skoða fólk sem vitum ekki sko. Já. Kemur jafnvel ekki með skilríki, sko. Já, þeirra kemur hingað til lands. Já, veist. Við vitum ekki hverja við erum að hleypa inn. Og þetta auðvitað bagalegt, þess að ég ætla að sagt, sko, hælisleitendakerfið, þá bara loka því svo Danir að gera og Bretar að gera. Við tökum bara okkar sko, kvóta flóttamenn, við tökum bara okkar lokum þessu kerfi, þess að það virkar ekki, það verður allt og þungt fyrir okkur, við ráðum því ekki við þetta, það sé bara þannig að hver sem lendir hér, hann bara, komdu sæll og blessaður, hér er íbúð, hér er framfærsla, og svo kemur einhver niðurstaða að þú bara átt ekki rétt að vend, þú bara finnum við ekki manni, sko. Nei. Og ef við finnum hann, þá kom bara einhver hópar eins og Solaris og segir bara, nei, við bara stoppum þetta. Veist, þetta gengur ekki, og það hljóta allir að sjá. Og þetta skapar vanda og þjóðir svo Danmörk er búin að læra þessu og segja bara, þetta kerfi gengur ekki. Flóttamannvandinn til staðar í heiminu, sko, það er bara, milljónir út allt, sko. Og við tökum bara og handveljum það alls saman og athugum bakgrunn og vitum allt fólki sem við hleypum inn í landið og fái vend. En þetta hefur mönnum ekki tekist að því að stjórnmál eru svo slöpp að þeir hafi ekki getað haft þrek í það að gera það sem gera þarf. Er það kannski, svo ég skilji þetta og kannski hlusta þetta líka, að þá er það þannig að ef þú tekur við kvóta flóttamönnum og leggur niður á þetta hælisleitendakerfi þannig að þá veistu bara nákvæmlega hvaða aðlit sem er að sækja vernd hérna í Íslandi, samborið við að kemur Íslands, þá mætir hann skilríkislaus og veist ekki neitt hver þetta er. Já, oft þannig, já, veist ekki neitt og veist ekkert þetta. Já. Við gerðum þetta í mörg ár, við vorum að taka við flóttamönnum frá Víetnam og Júgoslavíu og fleiri löndum og þá farið bara í flóttamannabúðirnar, þar sem að Rauði krossinn er kannski búin að vera að vinna árum saman og þekkir fjölskyldurnar sem þar búa og þeir koma bara með lista yfir heppilega umsækjendur og svo er tekið viðtal við þá og það fólk valið úr sem við treystum best til þess að koma hingað og vill koma hingað, sko. Og vill koma hingað. Hann er ekki allir spenntir fyrir því að setjast hér á norðurpólnum og bara úr 40 stiga hitta á reiðmörkinni, þannig að þetta er dálítið átak að fara með fjölskyldu. Þannig að við vorum að gera þetta mjög vel að mínu viti og við tókum vel á móti þessu fólki, við skaffuðum því húsnæði, kennslu, vinnu og allt heila trallið og flestir þessir flóttamenn hafa sest hér að og orðið bara frábærir nýbúar. En þetta kerfi sem Brynjar er að lýsa, ég er algjörlega sammála því, ég held að það sé á algjöru villigötum, sko, og vera lengi. Hvað breyttist? Hvenær byrjuðu að missa tökin eiginlega? Já, þegar lögin voru sett 2016, þá sagði ég nú í þingræðu af mjög skömmun tíma að við munum missa tökin á þessu, leiður búin að gefa signal út í heim með þetta, að munum missa tökin á þessu og þetta verður óviður álat innan 2-3 ára, sagði ég. Ég held ég að orða það, ég man ekki hvernig ég orða þetta. Og þá sögðu menn bara við mig, heyrðu, já, ok, den tíð, den sorg, sko. Þá tökum við bara á því þegar það kemur. Svo þegar kom að því, þá var ekki samstöðast taka á þessu. Nei. Vafki bara stóð í vegi fyrir þessu, Framsókn hafði aldrei að skoða neitt og beið bara eftir hvernig vindandi myndi blása og Sjálfstæðisflokkurinn situr svo upp með alla skammirnar, sko. Og ég segi bara verið eitthvað góðu, sko. Já. Sko, þetta nýja útlendingafrumvarp sem var samþykkt árin að þingi fór í sumarfrí, hefði það gripið þennan Gúrani mann ef það hefði verið komið? Nei, minna, veist, þetta er orðið, sko, þetta hefur náttúrulega batnað með sérstaklega nýjustu. Við reyndum þetta við Jón strax í upphafi, við sáum alveg vandan og við ok, við verðum að ávarpa þetta. Og gerðum það, þá vorum við náttúrulega mestu rasistar landsins strax, sko. En svo þetta fór fólk að átt að sjá þessu, við bara gáum upplýsingar, við sögum hlutunum sem við vorum. Og þá fara menn að kveikja, það gengur ekki, það segir sér sjálf, þetta er bara ekki hægt. En allt tekur svona tíma, sko. Svo bara gengur þetta betur og betur fyrir fólk að skilja þetta. Þetta er óviðráðanlegt og þetta er stjórnlaust og þetta er bara hefur óbóðslega áhrif á innviði okkar, skólastarf, heilbrigðisþjónustu, húsnæðismarkaðinn, gífurlega og þannig að það er ekki bara einhverju 25 milljarðar sem við eyðum í þetta, heldur bara
þetta er áhrif á húsnæðisverð og Einmitt. þetta er alveg ofboðslega mikli peningar Skólakerfi líka. allt saman Já. og kannski nánast engin aðeim uppfyllir sko skilið þess að vera flóttamaður í sjálfum sér sko, Einmitt. eða fæstir Já. og menn láta þetta bara gerast ára til ár sko. Já. Þetta er bara ábyrgð stjórnmálamanna sko. En er þetta ekki umsóknur með að fækka núna það ekki? Er þetta ekki... Jú, það er verða samt einhverjar þúsundir umsækjanda, minna, við ráðum ekki til það frekar sko. Nei, betur má duga skal. Já, ég menn, þetta er bara, svo veit ég hvernig það þróast. En það var, sko, ég man alveg þessu bara fræðum þegar ég var lögmaður, sko, áður ég byrjaði þegar, sko, Ögmundur Jónasson var dómsmálaráðherra innviðaráður sem ég þá. Að þá vissu menn alveg leið og gefur einhvers konar signal út í heim. Allir með snjallsíma, sko, þú sér flóttamaður. Já. Leið og gefur signal út í heim, þá myndu glímaði vandast þegar hún nærði illa að lesa. Já. Ef þú ætla að hafa þetta eitthvað víðara heldur en aðrir eða eitthvað öðruvísi, þá missum við tökinn á þessu. Já. Ég man og við kíktum í vísindaferð mástu til þeirra Jóns og Brynjas og þar var nú bara að auglýsa Ísland sem ferðamannastæði í Venezuela eða ekki? Jú, auðvitað að gera með það. Og svo náttúrulega leiðum menn sjá veikleik einhverju kerfi. Þá byrja menn að reyna að nýta sér þetta í skipulagi glæpastarfsemi, græða á þessu. Eins og í öllu öðru, sko. Leiðar ykkur veikleikar. Þá koma alltaf einhverju gæjar, sko. Já. Þetta er allt þekkt, ekki þessu nýtt. En við erum svo miklu fáiðar að við látum það samt gerast þráttur í reynslu annara þjóða. Það finnst mér sorglegast. Já. Þú vil ekki veita bæta, Hermann? Já, bara, það er ekki svo mörgu sem að við öpum allt eftir öðru þjóðum og verðum svo alltaf Allir vitleysir. gáttuð yfir því að fá sömu niðurstöðu og hinna þjóðuna. Já. Og þetta er bara að fara að versna og versna og versna. Já, ég meina hvað, þetta er sérstaklega hættulegt fyrir svo lítið samfélag. Já. Sérstaklega. Algjörlega. Engin spurning. Já, sko, eitt kannski að þið vorum að ræða Helga Magnús Gunnarsson og hans mál og síðan múa með Þórs Jónasson, skulum ekki vera að nema hann hér Nei, en þú veist, ég meina Solaris ætti nú kannski að heyra hans í þessum manni að því að það er enginn sem er búin að sko, gera minna fyrir málstað þeirra en hans sko, þú veist, bara hver fréttin á fætur annari, bara skvetta algjörlega stjórnlaus sem er leiðilegt, sko ríkisfjármálin, kannski eitt bara eldsnögt, mannanafna nefnd að veita undan þá til þess að hleypa þessu nafni gegn. Þetta er þjóðskrá, ekki mannanafna. Þjóðskrá, já. Búið að leggja hana niður, eða ekki? Augljóslega verið að mannanafna nefndina. Það ekki, ég held það. Er ekki búið að leggja hana niður mannanafna nefnd? Nei, ok, sorry. En þú veist, ég meina, hann er bara að gera, er hann ekki að gera grína? Já, þetta er hann bara að gera grína okkur, ekki? Grína okkur, eða? Algjörlega. Nei, ég er mjög undrandi á lögfræðinni þarna í þjóðskráni þegar maður svona les undan þá ákvæði, sko, en maður þekkir auðvitað ekki alltaf svona erfitt að rífa kjaft, sko, en svona miðað við maður horfir bara á ákvæðið og svona, og hérna gamli lögfræðingunni kemur upp í með byrju, getur þetta gengið? Þá er niðurstöðan mín, þetta sé bara röng lögfræði á þjóðskrá, en ok, það getur verið einhver sjónarmið sem að fara fram hjá mér, sko. Ég veit ekki, ég er ekki búin að setja mig inn í þetta. Hermann, þetta var áhugavert nafn í meira leið. Já, ég held að vera nú að hryggja mannin samt með því að hann mun aldrei hverfa í fjöldan hér á Íslandi, hann er mjög auðþekkjanlegur í útliti og hérna ég held að mun enginn taka feil á honum og neinum öðrum. Nei, og forsetanum. Já, og allra síst, sko, forsetanum, þannig að ég held að þetta muni vera skammgóðu vermir en það er auðvitað rétt sem að einhverjir hafa sagt að þessi undanþága í lögum er ekki ætluð til þess að menn geti dulist og forðað sinni fortíð með því bara einfallega að skipta nafn og þykist vera ykkur allt annar. Þannig að það hlýtur einhver að þurfa að rýna þessa niðurstöðu og jáfnvel kæra hana. Já, ég ætlum sem bara röng. Já. En úr einu í annað, það kom með að ríkisfjármál í boði TM og það er spurning hvort við komumst ekki öllu tilfinninguna þegar við mætum einhver í fyrsta sinn. Þegar við þurfum að draga andan djúpt og stíga skref sem við aldrei áður stíð þar sem að lífið er ju alltaf að færa okkur áskorunir saman hvað þú ert í lífinu þá viltu vera á TM og Hárrétt. Bara svo ég tala fyrir mitt leiti aftur nú er maður að keppast við að reyna að bruna vatna að tryggja sig og koma sér inn á fasteignamarkaðinn og það verður að sjálfsögðu hjá TM. Nákvæmlega. En útgjaldahliði ríkisfjármálana er stjórnlaus og ráðar að stuðla að því að verðbólguvæntingar á markaði þær eru við þrálátlega hár skuldsetning í dag, skattar framtíðar og svo fram til götunum. Af hverju telur ríkið sig undanskilið því að draga saman seglin til að ná verðbólgu niður, Hermann?
Ég held að ríki telji sig ekki undanskili. Ég held hins vegar að orgið og gargið sko úr öllum áttum í samfélaginu á meiri peninga. Það tekur engan enda og það svona eðlistjórnmálana því miður að reyna að sætta sjónarmið og reyna að bæta líf allra og þegar við erum komin á þann stað að við erum að skuldsetja ríkissjóð og taka stóru lán og háum vöxtum til þess að geta bætt hag einhverja tímabundið, þá held ég séum á villigötum og ég held að það þurfa að stíga miklu fasta niður í ríkisfjármálum bara almennt og það þarf stundum að segja bara við fólk því miður, það ekki til peningur og við erum ekki að fara að slá lán til þess að einhver aðri borgi þetta. Réttlæti kostar sitt. Réttlæti kostar sitt og svo held ég bara auðvitað hitt sem að ég svo sem lengi verið þeirra skoðunar að við séum bara með allt og mikla yfirbyggingu og allt og litlu landi. Já. Þannig að því ég er nú búin að vera í 30 ár í fyrirtækjarekstri að þá þetta svolítið eins og að mitt litla fyrirtæki sem með kannski 5-6 manns á skrifstofu að við myndum ráða svona 20-25 manns í viðbót til að geta verið miklu faglegri í okkar störfum og ráði sérfræðinga í alla greinar. Við höfum bara gefn á því, þannig að það verður ekki gert. En hjá ríkinu þá það ekki vandamál, því að þá bara eru sótta meiri tekjur og það endalaust ráðnir inn sérfræðingar og fólk sem að kannski skila samfélaginu ekkert miklum verðmætum, örugglega miklum pappír og mörgum skýslum, en ekki miklum verðmætum. Og bara svona pínulítið dæmi að því að ég var að glíma við þetta bara í gær, að ég var að kaupa notaðan bíl fyrir söludeildina hjá okkur og og búin að finna bílinn og búin að semja verðið og allt það sko og svo segir við sölumanninn, heyrðu, hvar á ég að leggja inn andverðið. Hann sagði, já, býttu nú aðeins sko, fyrst þarft að fylla hér út áreiðanleika könnun og þá kom bara lokapróf í lögfræði sko, sendi í tölvupósti sem ég satt sveittur við að fylla út og það voru allir ættingjar og vinir og óvinir og stjórnarmenn og eigendur og allir tilgreindir á þessu skjali og svo var auðvitað loka spurningin hvernig egnaðistu peninga til að borga fyrir hennan bíl. Já. Jú, þetta voru bara tekjufélagsins sem að voru að greiða fyrir bílinn. Og hvaða tilgangi þjónar þetta nú? Já. Og hver betur stattur? Þetta peningaþvættislöggjöfin sko. Já, en allar þessar upplýsingabrinnar sem að ég var að setja inn eru á skrá hjá skattinum, það eru á skrá hjá hlutafélagaskrá, þetta er allt í höndu ríkisins. Menn eru bara að kaupa bíl sko. Já, við erum bara að kaupa bíl og maður situr upp með svona algjörlega þarlausa tímasóun. Hvað þetta kosti allir þessi vitleysi? Ég fekk nú bréf frá Kreditinfo í morgun sko. Það sem ég var bara einhver peningaþvættis típa eitthvað svona að því einhver stjórnmáli. Ég fyrst að það ekki svona syngi lengur sko. Nei. Nei, þetta er allt saman og þetta er alla fjölskylda, syni mínir rífullar geta ekki stofnað bankareikning út á þessum foreldrum þeirra sko og þetta er einhvern peninga, veist, ég segi, heyrðu, þá vil ég bara frekar leyfa mönnum að þætta peninga heldur að vera Algjörlega sko. Þetta er alveg ótrúlegu kostnaður og vitleysa kringum þetta sko. En erum við ekki búin að gullhúða þessar reglur bara eins og allt hitt? Örugglega sko, svo það nú eitt helvítis rugli sko. Já. Og þetta er hluta einhverju svona dyggðaskreitingum og Evrópusambandið búið að vera alveg á kafi þessu öllu saman, gert það auðvitað verkum að sko samkeppnishæfni Evrópu sko hefur bara versnað með önnur lönd og menn eru aðeins að átta sig á þessi já, við erum aðeins að snúa tilbaka núna og minnka báknið, við erum átta sig á því núna sko já. Og sem er sko með ríkisfjármálin þetta sko menn ákváðu það í COVID ekki bara að menn héldu kaupmættin ákvaða aukan sko. Að bæti í Já, menn vissu að það kæmi að skulda þetta engri annari þjóðu huga að bæti í sko menn voru að reyna að verja bara eitthvað kaupmátt sko en menn vissu alveg það að menn eru að taka þessi lífskjör að láni og endan myndi það kalla á verðbólgu sem auðvitað gerðist í öllum löndunum Já. Kannski öllítið meira í okkur heldur en öðrum að því að við kannski gengum líka heldur lengra en aðrir en svo þarf ofbóðstan kjark og þvor að segja, herri, ok, nú er þetta bara búið en hvað gerum við þá? Þá ákveðum við bara að láta aðeila vinnumarka, jú, þetta getur verið eitthvað svona business fyrir okkur að ná löngu samningum en við ætlum að punga út 80 milljörðum í það og ríkissjóðu líka sko. Jú. Við erum ekki gleyma því sem er þetta bara pólitískar ákveðni hvað á að vera mikið í vatnabætur og svo framvegis. Þetta finnst mér óþolandi ástand aðeila vinnumarkaðan sé ákveða þetta. Algjörlega. Og við þurfum að koma okkur út úr þessu rugli og ég held að sko
hvernig menn starfa á vinnumarkaði hér bara löngu úrelt, allir hættir þessu nema við, kostar okkur stóran pening, þetta bara við eltum skottið á okkur og við verðum bara með viðverandi verðbólgu aftur ef við ætlum að fara í þennan farveg. En var ekki frábært? Sammála mér. Algjörlega klárt. Erum við alveg eins? Nei, ekki alveg eins, en ég held að þetta sé alveg bara skólabókardæmi. Það ekki, sko, það var haustið 2022 sem að stýrivextir á Íslandi voru 3,5% og öllum leið bara vel og menn voru að sjá skuldi sína lækka í gríð og erg og það kvartla ekki að nokkrum manni að taka verðtryggt lán og fór allir í óverðtryggt og bara borguðu niður eignirnar sínar hratt og vel og svo kemur COVID og þá held ég að Seðlabankinn hafi gengið og lánt og hratt, fennir 50 púnta stýrivexti og eins og Brynjar lýsti, ríkissjóður bætti verulega í útgjöld ríkisins og hjálpaði fyrirtækjum og félagasamtökum og bara öllum sem að rétt upp hend og peningarnir streymdu inn í hagkerfið og þetta var í mínu rekstri var þetta góðsendtíð, það var bara mikið að gera og grímurnar og hanskarnir og allt heila trallið sko, það var mikið að gera í því og allt ræði með það en meira hlutin af hagkerfinu var nú kannski að sjá veltusamdrátt en svo eru allt í einu bara komin á þennan stað að kaupmáttur hefur vaxið og vaxið og vaxið fólk hefur ekki farið til útlanda í 2 ár, það búið að leggja niður leggja fyrir gríðarlega mikið sparifé og svo losnuðu við COVID og allir eru konir þá á ferðaspennan og kaupa fjórhjól og mótuhjól og endurnýja bílinn og tjaldvagnin og allt heila trallið sko og við fáum þetta svona rækileg í hausinn og þá Seðlabankinn allt í einu komin í 9% stýrivexti, 9,25 í stýrivöxtum og þetta eru bara svo rosaleg timbumenni að það mjög sárt að glíma við þetta og það ósanngjarnt að glíma við þetta því þeir sem fara vest út úr þessu eru auðvitað unga fólki sem var að kaupa sér eignir og að hvorki búið að fara til útlanda að kaupa sér hjólhýsi eða nýjan bíl og það situr upp með stæðsta reikningin og getur valla borgað sko. Það akkurat unga fólki sko. Já. Algjörlega. Sko, mér langar að spyrja ykkur að eina og við förum í orkumálinn, sko, það sem ég hef áhyggjur af núna að koma kosningar eftir þetta ár. Við erum að fara að kjósa september, haustið 25 ef hún springur í ríkisstjórnin. Þið eru nú eldri en ég, það ekki oftast dælt mestu peningunum á kosningarunum með? Það er ekki alltaf lofa mestu þegar styttist til kosningar? Jú, það er reynsla fyrir því. Reynsla segir okkur það segir. Ég meina stjórnmálamenn verða þetta bara vitið sinni fjær á kosningavetri, það er bara þekkt. Einmitt. Og en þeir verða að vera það vegna þess að fólk kaupir þetta alltaf, sko. Ég veit það, já. Og fólk á bara stíga niður fæta og segja, ég nenni ekki að hlusta á þessi lofur, sko. Það er vitlaus. Nú bara verðum við að sína ábyrgð. Já. Og ég er alltaf skotnastur á þeim stjórnmálamenn sem segja bara stíga niður fæta og eru bara leiðilegir. Já. Það er bara skortur á leiðindum í stjórnmálunum. Algjörlega. Sko það voru einhver aðgerðir tilkynntar hjá ríkisstjórninni en tölum ánum betur má að duga skali, erum við ekki að tala eitthvað svipað þar eða? Aðgerðir í hverju? Já, þeir ætluðu að fyrir aðgerðir gegn verðbólgunni, Bjarni félagi ykkar. Ég veit ekki hvernig það hefur gengið. Nei, ég held að það gangi hægt sko. Já. Það er erfitt að ráða við hagkerfi með ríkissjóð einan að störfum. Það þurfa allir að leggjast á eitt og það hefði þurft eitthvað skona þjóðasátt til þess að ná þessu hraða niður. Ég heldur að þetta hafi lækkað, við erum búin að sjá náttúrulega 30% samdrátt í verðbólgu en að kominni neðar er dálítið verkefni og það er líka þannig að hinn almenni launamaður, hann hefur enga sérstakann áhuga á því að láta rýra sín kjör. Nei. Þannig að hann mun berjast alveg á hæl og hnakka fyrir því að fá þá hærri laun eða meiri vinnu til þess að hafa sömu ráðstöfunartekjur. Og við erum dálítið góðu vön. Þetta er algjört luxus samfélag sem við búum hér í. Þannig að ég held að þetta verði ekkert létt verk. Nei. Alveg sama hverju við stjórnvölin. Nei. Sko, svo er annað, þú veist, það er verið að sameina alls konar stofnanir og fleira en Brynja, það er ekkert mikið að fólki látið samt fara. Það er bara verið að búa til enn stærri stofnanir en færri kannski. Já, og það eru ansi margar stofnanir í þessu fámenna landi. Já. og hversin maður allar, við vorum að reyna nú að sameina eitthvað við Jón, að þá bara rísa menn upp á afturfætuna, sko. Og þetta er ofsalega erfitt. Ég meina, við erum alveg ótrúlega hátt hlutfall af opinberum starfsmönnum. Sveitarfélögin gefa ekkert eftir því. Allavega ekki Reykjavíkurborg. Og ég bara oft spyr mér, hvernig gátu við lifað áður, sko?
Þau höfum ekki allt þetta. Já. Alla þessu opinberu starfsmenn. Já, bara, hvernig lifðum við af? Og maður spyr að því og það getur auðvitað engin svar að því, sko. Þetta auðvitað bara einhver þróun og svo segja menn, ég meina, sumt að þessu kemur út frá Evrópusambandur og svo kemur Evrópuráð og heimtar alltaf og svo koma Sameinuðu þjóðir og heimta einhverja mannréttindastofnun. Þetta allt eitthvað svona. Já. Og ég held að þetta sé, veist, menn verða auðvitað bara að vinda ofan að þessu, því þetta ekkert hægt. Það ekkert hægt það annað hver starfsmaður hér sé opið starfsmaður. Nei. Það bara ekki hægt. Með betri laun. Ekki til lengdar. Já. Og hérna, við verðum bara einhvern veginn að vinda ofan að þessu endurskipuleggi alveg bara hlutverk ríkisins. Hvað þarf ríki að vera í? Já, þetta góð spurning. Já, ég meina, en enginn að hugsa þetta, sko. Og það bara leið og maður fyrir að gera eitthvað og draga úr einhverju, þá missir einhver vinnun og þá verður allt vitlaust. Já. Og hérna, það svo erfitt. Það erfitt, þú er búin að koma einhver á að taka það af. Þetta bara að gefa undir bein. Það sé algjörlega ónotæft. Það bara erfitt. Og það alltaf einhverju hagsmunir undir og maður skilur það alveg að menn verður ekki sátti við það þegar kemur eigin hagsmunum. En þess vegna segja alltaf, það þarf að hugsa óbúslega vel áður en menn fara að bæta einhverju við. Hægt að koma sér fyrir annar staðar? Nóg mannskap annar staðar? Þetta saman einhverjum stofnun og gera þetta einhvern veginn, hægraði einhvern veginn, þannig að þó við segjum ekki upp fólki að þá verður bara engin endun í og svo bara lækkar það smátt og smátt. Einmitt. Það engin í þessu, það ekkit vinsælt, það ekkit gaman. Nei, einmitt. Það að stækka þetta, meiri pening og meiri... Hvað hétt þetta nýjasta stofnunin? Mannréttinda, ekki? Já, mannréttindastofnun, sko. Íslands? Já. Það eru nokkra, sem ég lofaði því, á næstu 10 árum átti að tífalda því mannskap. Ég get alveg lofað ykkur það. Það bara svo mikið verkefni og það bara mannréttindur svo víða brotin og viður og puttar aðstæðar. Þetta svo Sigmundur sagði, ef þú ert á mótinni, þá ert á móti mannréttindum, sko. Nei, þetta auðvitað bara þvæla. Þetta þing fór allt að samþykja eitthvað svona, sko, löggjafinn ekki að samþykja í heilsinni einhverja sáttmála. Hvorki hvort þess að varði börn eða fatlað eða hvað það ekki gera það. Þetta ekki sami sem slíkt fyrir löggjöf. Það svona markmið og eitthvað svona og við tökum bara úr þessu og erum löngu búin að því að setja ákveðin bara í lög að það skiptir máli í þessu sáttmálum, sko. En svo fylgir alls konar rugl í þessu sáttmálum eins og stofnun þessara mannréttindastofnunar. Og það kallar hérna á eitthvað og sko við erum með umbóðsmann barna, svo menn það eru umbóðsmaður skuldara og það eitthvað hérna og umbóðsmaður listamanna næst og eitthvað. Umbóðsmaður sjúklinga. Já, það talað það. Þetta bara ekki hægt og ef menn sjá þetta ekki þá bara mikið að hjá okkur. Já, en Hermann, nú ekki fyrir öllu og það eru konar fría skólamáltíðir fyrir alla. Já, það hjálpar örugglega einhverjum. Já. Og eins og var ekki Heiða Guðjónsson sem að fagnaði því að menn getur komið á Range Rover og keyrt börnin í skólan og fengið frítt að borða. Þetta svona eitthvað svona Dubai eða Kuwait hérna norðursins sem að... Já, ég algjörlega móti öllu þessu svona greiðslum. Þetta bara hluti að vera á lífi, sko, og hérna fjölskylda sér þetta og ég ofboðslega móti því að það sé bara gjaldfrítt að fara til heimilæsins. Heimilæsins? Já. Ég algjörlega móti þessu. Og ég bara segja, heyrðu, þú ber ábyrgð þinni heilsu, þú þetta sko að gera þetta sko allt annað, þetta ekki eins og sett sko einhver læknismeðferð, þú ert bara láta að tjekka á þér og eitthvað svona, ég þarf lífseðil eða ég með kvef og ég þarf verkjalyf eða eitthvað sterkari. Það allt í lagi að menn borgi 500 skall fyrir svona heimsókn. Ég alveg sammála því. Algjörlega allt í lagi. Nei, það má alls ekki sko. Það má alls ekki borga neitt sko. Þetta eru 2 sígarettupakkar sko. Já, þú veist, ég á móti þessu. Já, þú ert á móti mannréttindum líka. Algjörlega á móti mannréttindum. Það auðvitað þannig að hjá þessari þjóð sem við búum nú í, að það fólk ekki treyst til þess að kaupa magniltöflur í almennum verslunum og ekki nikotíntygjó af sterkari gerð en 2 milligrömm. Ekki áfengi. Og alls ekki áfengi auðvitað, þannig að sko, fólki ekki treyst fyrir sjálfum sér. Nei. Og stjórnmálamenn ætla að hafa vit fyrir okkur alveg yfir gröf og dauða og þetta næru þetta yngri átt. Við verðum að brjótast út úr þessari vitleysu. Og ég hef nú lengi verið þeirra skoðunar að helsti vandinn við stjórnmálin allt fólki sem í stjórnmálum. Að því að verkefni stjórnmálana að reka samfélagið og gera þá arbaran hátt og skilvirkan hátt og fá sem mest fyrir peningin. En svo erum við með... aðalega að skapa umhverfi fyrir hina til þess að búa til verðmætin.
Já. Það á að vera þeirra En hlutur. svo sita þeir uppi með 1600 milljarða af peningunum okkar og þurfa að gera úr því þá þjónustu sem við viljum fá og gera það almennilega. En þá erum við með svo mikið af fólki á Alþingi sem er á Alþingi af hugsjón. Er að berjast fyrir sinni lífsýn sem er kannski ekkit við völd og verður aldrei við völd en tefur öll mál og tegir lopan, eyðilegu störf þingsins og allt þetta. Og þetta tel ég vera mesta vandan og ég held að okkur væri að hollast að finna annað kerfi, kosningakerfi þetta erum við með í dag, sem að forðar okkur frá því að vera með 8 eða 9 stjórnmálaflokka á þessu fámennaþingi. Einmenniskjördæmi. Einmenniskjördæmi til dæmis eða 2 eða 3 flokka Getur þið farið bandarísku leiðina? Við erum bara með hægri og vinstri. Sko vandinn er að Alþingi þarf að samþykkja og það er enginn að fara að samþykkja það sem situr þar sko. Ég er hrifnast svo að bresku liðinni sko. Já, hvernig er hún? Bara einmenniskjördæmi sko. Já. Þar eru sko núna verkamannaflokkurinn með 64% allra þingsæta í krafti 34% atkvæða. Já. Þeir unnu bara þingsætin sko. Já, ok. Í hverju kjördæmi fyrir sig. Já. Ég veist það svolítið gróft sko en ok, þetta er eitthvað kerfið þannig að þá hvílir ábyrgðin á okkur einum stað. Þannig ef hlutirnir fara úr böndunum þá er þetta sökudólgurinn. Það er ekki hægt að benda á bara einhverja samsteypustjórn og sagt, já við vildum gera allt annað, við vildum gera það mikið betur. Þeir bara sögðu nei. Dóldi eins og þetta er í dag. Ég er að segja það. Það er allir ábyrgðarlausir Já. í núverandi stjórnkerfi. Allir. Það þarf einn að stjórna sko. Já. Og þess vegna gerist ekki með einmenniskjördæmi. Nei, einmitt, þetta er ákvort að því maður spyrir sig sko, það er aldrei það er verið að kalla þér ábyrgð og það er verið að tala með Hermann sko hvernig hugsunarfólki sko því það mætti Alþingi til þess að breyta hlutunum og fá sínu framgengt. Maður spyrir sig sko, þú veist, allt í núna er byrjað að kalla eftir ábyrgð en sko þegar vextir eru, ég veit ekki 1% þá er auðvelt að koma ýmsum málum í gegn og kannski skiptir einhver máli. Er þetta alltaf sama langavilsan? Er þetta alltaf góðari og hlutir það myndast betri hljómgrunni fyrir ýmsum gæluverkefnum og hugmyndum og síðan ekki stefnir allt í óöfni heldur fer allt í til kaldra kóla og þá þarf að snúa sig við. Er engin leið að Þú er aldrei séð lengra góðari í Íslandssögunni heldur en einmitt síðustu 12 árin. Nei. Það búið að stanslaus hagvöxtur, stanslaus fjölgun starfa, stanslaus vöxtur ráðstöfunartekna heimilana og stanslaus vöxtur ríkistekna. Þannig að við höfum aldrei í sögu lýðveldisins séð aðræðins tíma eins og síðustu 12 árin. Og svo stöndum við núna uppi auðvitað með heilmikla verðbólgu og of háa vexti og halla á ríkissjóði. Og við hefum auðvitað getað gert þetta betur. En við erum bara stött hérna núna og þurfum að tefla þessa skáka eitthvað áfram og reyna að ná einhverjum árangri. Já. En við erum í öfundsverðri stöðu. Við erum með hæstu ráðstöfunartekjur í Evrópu og opbóðslega þjóðartekjur. Við hefum getað glímt betur við þetta en aðri sko. Klálega. Já, algjörlega. Herru, við ætlum að fara okkur aðeins yfir í orkumálin. Við erum með 2 mennina sem Þeir bara með léttmeti hérna í kvöld. Já. Og þeir þjáspáður af loftslagskvíða. Sko, byrjum á því ein létt stefna ríkisstjórnar. Hún er að hætt vera að flytja inn annað en rafmagnsbíla árið 2030. Ég ætla að byrja og spyrja hann Brynjar. Er þetta raunhæft markmið eða er þetta skrípaleikur? Þetta er bara sjálfsblekking. Nei, ég meina, sko, þetta er auðvitað ótrúlegt, sko, hvernig pólitíki getur einhvern veginn, það er eins og öll glóra bara hverfi, sko. Nei, sko, við stöndum auðvitað frammi fyrir því, sko. Ég byrja á því að segja, sko, það er mjög gott fyrir mannin að skilja sem minnst eftir sig. Hverju sem það er. En við verðum að vera raunsæ og við höfum tilneigust að finna alltaf, sko, lausnir. En æðbunum gangur er svo mikil núna að við erum fann að skattleggja alla í drep, sko, í tilgangslausum markmiðum, sko, tilgangslausum, algjörlega. Og svo segir maður við þetta sama fólk, sko, sem er alveg að drepast og loftslagskvíða. Já, við þurfum að virkja meira, sko, til þess að bara geta Nei. Og mann sem sko, í hvað veröld er ég mættur, sko. Og þannig þetta er auðvitað bara, ég held að menn hafi í raun og veru engar ágjörðs loftslag, þetta er auðvitað bara pólitík. Já. Og við erum auðvitað alltaf að glíma við, sko, fullt af fólki sem bara er ennþá á móti þessu vestrana lýðræðisfyrirkomulagi og markaðsbúskap. Við erum að glíma við það alla daga, sko. Og það sé sér auðvitað ábúðslega leik í þessu öllu saman, sko. Já. Og hefur bara fæst þangað mikið til. Ég segi, sko, ég alveg tilbúin að lifa náttúrulega njóta vafas og við endurskipum ekki alls saman og finnum eitthvað
ráð sko, svo að ég finnist það betra að fá aðeins meiri líu en það menn alveg að taugum yfir því sko og hérna, menn geti aldrei síðan svara mér sko, akkur var sko 2 gráðu heitara þjóðveldisöld fyrir örs, bara sem var nánast í gæri í jarðsögunni heldur en í dag og hérna miklu lífmannlegra heldur en í dag svo eru menn og svo kemur bara einhver lítil ísöld sko Já. og hækka bara hitanum 3 eigur kuldanum 3 gráður sko bara á no time og svo byrjar einhver klíski hérna á 20. öldinni sko og menn eru alveg farnir á taugum núna sko en gott og vel, ég ætla ekki að vera að rífast í vísum menn þetta sem eru vísu ekki allir sammála en við verðum að vera raunsæjus öll saman hérna, já, við skulum fara bara í orkuskipti leifum náttúruna að njóta vafans hættum að búa til efnaeldsneyti og hérna og gott og því, algjörlega með í því sko en menn verða að vera tilbúin að fara í það sko ef það kallar það að verða einhver stað lítið lón sem var ekki lón áður sko yfir einhverju mel, þá er það bara allt í lagi sko Já. Ef við ætlum að bjarga loftslaginu sko. Hermann, er þetta markmið, reynað markmið, er þetta skrýpaleikur? Þetta 2030 markmið? Já, þetta er sýndamennska sko. Já. Það er engin þjóð tilbúin í þetta. Við getum auðvitað sko fundið rafmagn til þess að hlaða alla þessa bíla. En þessi bíla þurfa auðvitað að leysa þau mál sem að bílar leysa í dag og ef þið farið út á þjóðveginn og sjáið öll hjólhýsin og hestakerrurnar og fjórhjólin og allt heila gósið sko. Það er enginn að fara að draga þetta rafmagnsbíl. Það bara ekki að vera að gerast, þannig að þetta verður miklu lengri fösunatími. Ég held að 2040 geti alveg verið raunhæft og skynsalegt, því að bara það að skipta út bílaflótanum á Íslandi kostar svona 700-800 milljarða. Einmitt, og við eigum það bara ekki til í bankarum. Seðlabankinn á þá kannski, en ég er ekki sem að vilja láta þetta allt í rafbíla. En þannig að þetta mun taka miklu lengri tíma og við eigum bara að vera skynsum, halda ró okkar. Það er góðu business að kaupa sér rafmagnsbíl og spara ferðirnar á bensinstöðina og það er bara ekki það því að fólk gerir það hægt og ról. Það var hlægslugkvíða. Það er kostar eitthvað fyrir heilbrigðiskerfið. Akkurat. Við setjum reglurnar en við setjum ekki infrastruktúrin. Það er svolítið taktikinn hjá okkur. En ég held að sko, það er auðvitað engin lausn að hvert heimili kaupi sér eitt rafmagnsbíl og fljúi svo 4 sinnum í viðbót á ári í skíðaferðir og sólandaferðir sko, því að það er svo leiðilegt. Einmitt. Það er bara piss í skóið sinn sko, þannig að þetta er að mínum mati allt og mikil sýndamennska í það heila tekið, þessi loftslagsumræða. Þetta er líka áhugavert. Ég held að þessi mitt stefna hafi verið tekin út frá World Economic Forum. Bara það sem einhver leiðtogar hittast og setja puttar upp í loft og segja, heyrðu, tæknin verður örugglega komin 2030, en þetta er svo mikið sko. Þetta er náttúrulega bara getgátur eða þú veist Svo eru Bandaríkjamenn og Kínverjar Bandaríkjamenn og Evrópubúar algjörlega að fara á taugum yfir því að Kínverjarnir eru búin að taka forystu í rafbílaframleiðslu í heiminum og með mesta úrvalið, besta verðið og allt heila trallið sko og það nú er allir á taugum sko bæði Bandaríkin höfðu að setja 40% tolla á þessa bíla til þess að hægja á sölunni og reyna að venda sín eigin framleiðendur og Evrópa er að hugsa eitthvað sama. Þannig að þetta enda með einhverju viðskiptastríði sko. Já, einmitt. Sko, aðeins áfram í orkumálum Kannski aðeins áfram það að Kínverjarnir séu farin að framleiða bestu rafmagnsbílana. Já, ég er komin einn. Þú ert að fara einn á morgun. Heldur betur. MG. Geðveikur, ég fekk MG Marvel. Hvernig er hann? Ég er enda búin að keyra hann bara 20 km eitthvað, en ég er strax komið inn að hleðslukviða sem Brynjar talaði Þetta er einhvern veginn skrýtnar heldur en að sjá bensínmælinn sko. Þannig að þetta er áhugavert. Líka tekur alveg 30, þetta er veisla. Ég hef heilt vel látið að þessum bílum. Kannski segðu mér aðeins bara frá MG Marvel bílum sem þú varst að fá. Hann er glæsilegur, þetta er svo gameskipað innan og fólk svona er alveg að horfa á mig núna í umferðinni. Ég var á Pusjó, en núna er verið að horfa á mig. Byrjar að snúa hausum í umferðinni. Algjörlega. Hemmi þekki það nú vel. Já, alltaf á glæsilegum bílum hann hemmi sko. Sko heldum aðeins árum, talið er að segja hægt að fullvinna 10 milljarðar tunna af olíu við Drekasvæðið. Á síðustu 2 árum hafa Norðmenn gefið út rúmlega 100 sérleyfi fyrir olíuleita meðan við bönnum hana. Heiða Guðjónsson og mikið talað þetta hjá okkur. Hermann, okkur svona illa við aukna hagsæld, okkur eru að banna olíuleit? Þetta er sama sýndamennskan sko, þetta er kallað not in my backyard strategían við flytjum hér inn olíu sko í hverju mánuði í stórum skipum og tönkum þetta í Örfirisey og Helguvík og allir er rosa glaðir að fá að njóta þess að vera með olíu sko á töngunum og geta flogið til útlanda og siglt skipunum og allt hvað eina, en það má bara alls ekki úr íslenskri landhelgi dæla einu dropa þessari sömu olíu sko. Það skulle bara einhver aðra þjóðir sjá til þess að við fáum þessu olíu.
Þannig að það auðvitað ekki hægt að taka fólk alvarlega sem að tala svona og hugsa svona og ætlast til þess að við séum tekin alvarlega eitthvað þar ælendis. Já, samanlega þið Brynjar? Þetta bara svona deyðaskreitingar sem íslenski stjórnmálamenn eru alltaf í. Já. Þetta svona að vera göfugur, engin olía af mér, sko. Nei. En ég þarf að fá all olíuskipin hinga til mín, sko, með fullt af olíu og að því að ég hef það svo gott að þá fer ég 6 ári til útlanda, sko. Já. En ég er ekki komin á enga þótt ennþá. Ekki ennþá, nei. Svona þegar slúta orkumálunum, strákar, er jörðin mögulega bara að farast innan fárra ára, sögum hattarinnar línunar? Nei, hún hefur verið miklu lítið, sko. Og maður hugsa með sér, sko, hvað ætli maðurinn hafi verið að hugsa þegar hann búið með 100.000 ár, allan norður Evrópubundi jökli, allan norður Evrópubundi jökli. Og bara hverfur svo jökull bara örfa á þannig séð árum. Ætli menn hafi verið með loftslagsskriða þá? Nei, líklega ekki. Þeir áttu ekki einu svona snjóskóplu á þessum tíma. Nei, þeir hafa örglega ekki en ok, sko, ég er ekki með loftslagsskriða. Ok, það var næsta spurning, sko. Já, ég er ekki með það, en ég bara segi samt, sko, að því við vitum ekki allt þetta og ekki eins og vísindamenn heldur. Við skulum bara stefna því í öllu að skilja sem minnst eftir okkur hvað sem það er. Já. Og það er bara markmið okkar. Við finnum alltaf einhver ráðið þessu og svona, en þessi kvíði og bara allt í bara ungt fólk hægt að geta sofið og bara getur ekki átt börn af því að þeir vil ekki fæða því þennan heim. Þau þurfum ekki að hafa áhyggjur að loftslaginu eða allir ekki að eiga neinn börn. Þá mun enginn verða þetta eftir hvort þið er. Og þetta er allt einhvern veginn svona allir áttu taugabilaðir. Ég bara er ekki þar. Mér finnst bara gaman að hugsa til þess að jörðin er sko á 140.000 kilometra hraða á leiðsinni í kringu sólu og samt er oft logn, ekki á Íslandi en það er víða logn og þessi jörð mun lifa mjög góðu lífi löngu eftir að mannkynið er búið að tortíma sjálfu sér. Okay. Þannig að ég hef engar áhyggjur af okkar framtíð sko eða þessum hlýnur áhrifum sko. Við sjáum bara hérna út á Reykjanesi að það er búið að taka svona 50 ára skammtar afbílum bara upp á jörðinni í eldgosum. Við erum ekki að ráða nokkrum sköpum hlutum þessi veðurkerfi, ekki nokkrum hlutum. Við höldum það. Já, og við setjum lögum þetta alltaf. En þetta er ekki sko sér íslenskt dæmi, ég sá frétt í gær. Þurfum við ekki að banna fleiri eldgos eða? Jú, við þurfum að gera það. Þessi umferð skiptir engu máli í þessu heila. Nei. En sko, við sáum fréttir þess efnis í gær að það er eiginlega öll flugfélög búin að gefa út að þau eru búin að fella frá loftslagsmarkmiðum. Þetta er ekki sér íslenskt dæmi, þetta er út um allan heim sko. Og þetta er bara, eins og Leifur segir, þetta er bara putt í loft á 2030, 2040. Það er engin rök að bak við. Nei. Bretar að byrja aftur að fara í kólaveislu og þjóðurar? Jú, þjóðurar hafa tekið upp kólinn og pólverar hafa ekki slakað á því og fólk auðvitað í löndunum sko í kringum okkur, bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu átta sig alveg á því að megnið að raforkuframleiðslunni er gas og kól og olía. Þannig að þó það stinga einhverjum bíl í samband, þá er það ekki að bæta samfélagið. Nei. Þannig að þetta er bara svona plat velgjörðar mennska að kaupa sér rafbíl. Kannski ég fá að spyrja að lokum til að slúta þessar umræðu. Hvernig er verðið á olíu búin að þróast? Þú þekkir þetta nú vel. Það er búið að lækka töluvert núna á síðustu svona 6 mánuðum. Þannig að olíufattið kom í $75 núna. Það er ekkert langt síðan var í 100. Þannig að það er svona ég held sko að væri verið að íta á að maður var á bensínbíl og maður fekk hennan glæsilega MG-bíl og alltaf innan þetta á rafmagnsbíl. En þá held maður að bensín yrði bara svo dýrt. En það er bara finnst það ekki dýrt? Yfir 300 krónur lítirinn. Já, jú, kannski er það dýrt. Sko. Og þetta er ríkið að okra öllu saman, sko. Já. Við þurfum eitthvað fyrir þjónustuna sem fyrir alltaf opinberu starfsvinnu. Nákvæmlega, sko. Algjörlega. Já, sko, kannski eitt að lokum. Við vorum aðeins að ræða olíuvinnslu á Íslandsmiðum. Sko, eitt í þessu öllu saman. Því að, Hermann, síðast þegar þú komst til okkur, það ræddum við nú kreppuna sem við lentum í hvað varðar olíuna. Og ég hvet alla til þess að taka þann þátt, það var mjög skemmtilegur og já, hann gerði allt vitlaust, hann Hermann. já, en hérna sko, núna það var alltaf að tala um globalization sem er núna eiginlega búin að kúvendast sú stefna og ekki flest vera að færa sig meira bara hver fyrir sig og allt það sko, er þetta 10 ára þróun, er þetta 20 ára þróun, er þetta komið til að vera, hvernig sjáu þið sko, þetta þróast? Tala um viðskipti á heimsvísu? Já, kannski, já. Já, ég kannski, ef ég held áfram að mala sko,
stel þekktum texta úr podcasti ef ég má aðeins koma staðbrynjar það þarf auðvitað alltaf að horfa á töluna fyrst þegar menn eru að horfa á þetta og það er bara þannig að 60% allra íbúa heimsins býr í Asíu og viðskiptakerfið í Asíu hefur vaxið og dafnað alveg gríðarlega, ekki bara Kína heldur öll löndin hann í kring, Indonesia, Vietnam, Kambodja, Laos og öll þessi ríki. Þannig að heimsbúskapurinn sem að hefur að stæðstu leyti búið í Bandaríkjunum og í Evrópu er að færast yfir til Evrópu, yfir til Asíu af þessum sökum. Við sjáum að Rússarnir eru svona búin að binda trússitt svolítið við Kínverjana og treysta á að þeir verði sterka stórveldi til lengri tíma litið. Evrópa er í hnignunarfasa, Bandaríkin er í miklum hnignunarfasa. Það er ekki eitt ríki í heimsögunni sem hefur orðið af skuldugt úr Bandaríkin. Þeir skulda núna 25% af öllum opinberu skuldum í heiminum, en eru bara 5% af mannaflan. Þannig að það var nóg að greiða hjá þeim og ég held að sé fyrir sig að þeir geta aldrei greitt þetta. Þannig að spurning hvernig menn munu svo vinda ofan að því. Það setja bara yfirtátt á heiminn. Það er eitthvað þannig. Þannig að sko, það á mjög margt eftir að gerast á næstu svona 20 árum í heimsviðskiptum og það verður ekki sjálfgefið að Vesturlönd verði þar ofan á í þeim átökum. Nei. Þetta er áhugavert. Já, þetta er áhugaverð múli. Já, ég sá þetta á Facebook hjá Hermanni. Já, þetta er áhugavert. Sko, hvað þýðingu geta haft fyrir okkur að því, bara eins og með oljuna, eigum við að vera stuðlað sjálfsturt á Íslandi? Var það öryggisatriði fyrir okkur að vinna okkar eigin olju? Já, þetta er múli. Það er bara skynsalegt. Eins og skynsalegt, alveg sem er matvælarsframleiðsla. Já, bara alveg sem að virkja, skilur við bara, já. Ég meina það er enginn sem segir að fiskurum muni alltaf synda hérna höfin og við hafa honum þessar gríðalegu tekjur sem við höfum í dag og ef það rætist að hérna súrnun sjávar eða hlýnun sjávar muni breyta mjög mikið lífríkinu hér þá sjáum við kannski þessar fiskistofna að fara norðar og við getum ekki lengur veitt á og á hverju ætlum að lifa þá. Ferðamennirnir að fara? Já, þú veist, þeim finnst þú dýrt og ég skil það vel, bara ég þekki nokkra Íslendinga sem ætla að skella sér í sólina fyrir austan og það þurfti að slá íbúðalán bara til þess að eiga fyrir gistingu sko í nokkra daga. Þannig að við höfum gengið dálítið langt. Verðum við ekki að segja, Brynja, við skiljum alveg að túristan er ekki að koma ykkar? Eða ekki? Já, ef ég væri útlendingur myndi ég aldrei koma þetta sem túristi sko. Þannig að alltaf kallt hérna og hérna og svo getur maður að sé þess að náttúru bara á myndum sko. Já. Og áfengi allt og dýrt. Og áfengi, já, sérstaklega sko, og hérna, nei, ég meina auðvitað sjá menn einhverja fegur í þessu gott og vel, ég meina það er bara ágætt og meina, þetta er bara, við erum bara með fjölbreyttari atvinnugrein heldur var þegar við Hermann vorum hérna ungir, það sem var eiginlega bara sjávarútvegur. Já. Svo þegar stóriðan kom með álverðin í Straumsvík, þó ég hafi verið barn, þá man ég eftir mótmælum sósíalista í landinu sko. Ég ætla að segja, hvernig var hérna nóttin Maybach gert stefnan þá? Það var sko, það voru göngu, það voru svakaleg mótmæli, gagvart búrfellsvirkjur, álverinu, erlendum auðhringjum, allt erlendur auðhringir og allt þetta. Svo endur tökur staða sér sko, gagvart fiskeldurinn kemur alveg saman umræðan og hérna, og ég meina nú erum við með fiskeldi, við erum með stóriðju, við erum með sjávarútveginn auðvitað, svo kemur ferðamennskan ofan á þetta. Tæknigreinarnar allar. Tæknigrein sem hafa myndast líka bara út frá sjávarútvegnum, af því við gátum allt í nú rekið alvöru sjávarútveg þegar við vorum að byrja að vinna, þá vann ég bæjarútgerð Reykjavíkur sko, bæjarútgerðin sko, sem var sko rekið með þvílíkum halla og útslagsgreiðendur Reykjavík báru kostnaði. Fullt af fólki vil bara fara aftur í þetta sko. Já. Og maður hugsa með sér sko, allar menn ekki að læra neitt af sögunni eða einu sko. Nei. Og hérna, ég segi bara fjölbreytileikinn er bara mikilvægur þessu sterkar greinar úr þessu skapa að þetta eru öflug fyrirtæki þá er möguleik einhverju nýsköpun sko, sem held að nýsköpun er bara að koma úr ríkissjóði, það gerist ekki sko og hérna við erum bara að glíma þetta Hermann. Já, stjórnmálamenn eru nú alltaf að fagna einhverjum nýsköpunar fyrirtækjum sem þeir hafa stutt í gegnum tíðina, þannig að uppsprittan virðist nú að vera þar að einhverju leyti. Já. Svo er það annar mál hvort að ríkið Ég er bara fyrirtæki að sjá þetta, ekki ríkissjóð. Ég er sammála því. Já. Algjörlega. Ég er nú aðeins búin að vera ferðast landið síðustu 2 daga með ferðamönnum, þeim fáu sem að eftir eru. Með 2 kana með mér. Fósturforeldræðina, ekki? Jú, þegar ég var í skiptur Bandaríkjunum, þá voru þetta fósturforeldrar mínir. Og það er einhvern veginn að virðist vera að færast í aukana að fólk sé að versla sér inn tentboxin, Cargo 2 frá Kemi. Já. Það er alveg græja.
Þetta nú basically bara eins og að vera með hótelherbergi ofan á bílnum. Dálítið þannig. Þú hættur að tjalda á jörðinni. Já, það er bara þannig. Skordýrin, hafði ekki ágjörðað mér. Úr bara upp í himninum hann, sko. Þetta er heldur flott og líka, sko. Er ekki líka einhver afsláttur á þessu núna? Jú, það er eitthvað tilbúð. Já. Og önnu típan er held í uppselt og hinn er að klárast, þannig að Brynjar, þú ert að hendur. Brynjar, þú ert að með því fyrirmálið maður. Já, ég á ekkert erindi rétt út á land. Ég á bara ekkert erindi, sko, yfir höfuð nokkuð skapað hlut. En ok, ég er svolítið ekki, það er búið gaman að Það fara. við það golfvellir. Ef það eru golfvellir, þá getur farið og ef það er bar. Já. En þið gleymdu alveg að spurja, sko, samskipti okkar, sko, Hermanns. Já, heyrðu. Já, gerum það núna. Við bjuggum saman í Flórida í 12 daga. Sáum saman margar nætur. Já, Hvernig við vorum í sambúð. Já. Staðfesti sambúð. Óstaðfesti. Þá kynnist ég Hermanni fyrst og sáðu þetta þannig ótrúlega mann sem var, sko, greinilega, sko, hrikalega duglegur og kraftmikill maður, sko, sem við þurfum í íslenskt atvinnulíf, sko. Þetta er bara svona menn sem við þurfum, sko. Þurfu ekki að fá hann til eins opinbera? Nei, hann er náttúrulega geðveikur þar á skömmum tíma. En það er bara þetta fólk sem við svolítið þurfum, sko. En þá koma auðvitað mann, já, helvítis auðvaldið. Já, helvítis auðvaldið. Og þannig að því er ekkert að ræða það, en ég meina, þú veist, allt þetta verður til að því að menn eru hugmyndaríkir, menn eru að gera eitthvað. Og ég sé alltaf að stjórnmálamenn við höfum bara búið til eitthvað svona umhverfið að það getur blómstrað og ef einhver blómstrað þá vitum við það að við tökum alltaf hluta að því, sko. Og það er það sem við græðum á, ekki hærri sköttum. Græðum að því að einhver er að búa til verðmæti, eins og Hermann. En hvernig gekk sambúðin, Strákar? Hún var bara góð. Heyrðu, hún gekk vel og nú er ég að rósa Brynjarði því að ég hef sjaldan verið í sambúð þar sem að maður fær, sko, egg og bacon í morgumat hvern einasta dag, sko. Hann var bara komin á fætur milli 6 og 7, græjaði eldhúsið og svo þegar að þessir örþreyttu golfarar skriðu fram úr á mótnana, þá var hann bara með hlaðborð, klárt, sko. Vel gert, Brynjar. Já, ég leini á mér, sko. Algjörlega. Við vorum sem eitt kratta með okkur, sko. Jú, einmitt. Já, allir velkonir. Var að forma Samfylkingarinnar. Já, akkurat, sko. Hann borðaði þetta allt saman og hann reifst ekkert við okkur. Þú reyndir ekkert að eitra fyrir honum? Já, hann reyndir nú nokkru sinnum að læra að taka hjá okkur kursinn, en ég held að hann hafi séð lengi hérna á fljótlega að það var ekki að vera að gerast. Klart? Geggjað. Því ég var nú svo sem búinn með Tentbox Cargo, ég heldur nú helst bara að minna á það. Hvað er flott, hvað falla vel saman. Taka ekkert plásatni upp á þækinu. En þarf ekki að jeplinga, þú getur ekki sett þetta á Jaris. Nei, setur þetta á Jaris bara eða hvað sem er, sko. Já, ok. Heyri það. Veistla. Það er svo, Hermann segir, nú fyrir hver að vera seinast verið að tryggja sér eintak og þetta er á afslætti. En talandi um afslætti. Hvernig virkar forsetaafslátturinn í kemi, Hermann? Það er ekki búið að taka hann upp. Það er allir jafnir í kemi nema þeir sem eru jafnastir, sem eru þeir sem kaupa mest. Já. En já, Halla, vinkona mín lendi nú í svona dálítið leiðilegri uppákomu. Þetta var alveg hryllilega hallærislegt og ég tel að hún eigi nú ekki sökina. Ég held að Egill vinur minn hafi hlaupið svolítið á sig og þessi auglýsingum Volvo-kaupin hefði alveg mátt bíða viku í viðbjót þannig að þau var búið að setja hana í embætti og leita þá leyfis hvort það mætti birta þetta. En ég held að flestir svona allavega á kaffistofunum sem að tala þetta, sko, þeir menn svona brosi í kampinn og þykir frekar sveitalegt og hallærislegt mál. Þetta lítur ekki sérstaklega vel út, en svo langum aðeins að hún spyr þig, Brynjar, út í þetta mál, sko, þetta er samtalið uppstilt mynd, hún vissalega verið að taka mynd þarna. Þetta er eitthvað skrítið. Þetta er bara klaufarlegt hjá öllum, fyrst mér. Já. Líka henni. Ekki til að gera mikið mál út úr í sjálfu sér. Ok. En þetta er óttalega klaufarlegt og í mínum huga er engin staðgreiðslu afslættir í þessu. Þetta er einhvern veginn bara einhver þvæla. Já. Og þetta er bara vont mál þannig séð, en í mínum huga er það bara búið. Þetta er bara klaufarlegt og reynsluleysi og allt þetta bara búið. Þetta er bara búið. Þetta er ekkert eitthvað. Já, við erum ekki, ég fer nú ekkert að skammast út í forsetan í þessu, sko. Nei. Það er miklu stærri mál sem skipta máli. En Bílas var að hljóta að hugsa þegjandi þörfuna til Egils að þeir eru búin að tapa hellinga peninga á hann. Sko, ég hef aldrei borgað full listaverð fyrir nýjan bíl. Maður getur alltaf sest niður og
og rættum eitthvað pínu afslátt eða vetrardekaukalega eða móttur eða guðmáta hvað sko. Þannig að það er auðvitað vel þekkt að öll fyrirtæki hreyfa verðið sitt eitthvað smottir í eftir því. Já, það er ekki hvaða hagsmunir eru undir og bílasala er niður. Það hefur nú ekki kannski komið mikið fram í fréttum að það er auðvitað mikið hrun í sölu á nýjum bílum og ekki síst bara út af þessu vaxtastígi og fólk tekur ekki bílalán á 15-16% vöxtum eða kemst hjá því. Þannig að það bara hvati hjá umbúðunum að koma bílum í umferð. Þannig að þetta hreyfaðu eitthvað listaverði ef að fólk kemur með stakkarislu og enga bíl upp í. Ég myndi gera það. En það er ekki bara að segja að klaufalegt er þetta búið mál? Jú, það er bara orðið. Leiðilegt að byrja svona? Já, þetta er svona, ok, en svo þreytir mig líka að koma allir svona sérfræðingar síðfræði. Já, slöggir til. Alveg bara Haraldur Henry eða hvað hann heitir, Henry Alexander eitthvað. Það er bara algjörlega galið fólk Klart. Ég held að aðal mismunin er svo að ég hef aldrei verið beðin mynd þegar ég hef keypt nýjan bíl. Nú hlýtur að vera komið bara eitthvað mynd af veggur sem allir fara á Já, það er algjörlega. Þegar kemur siðfræðingur sem segja eitthvað svona og sami siðfræðingur situr í nefnd og ákveður það að nýbúna mótmála hvalveiðum og ákveður það að hvalveiðar sé brot á lögum dýravernd. Þegar þessi menn er að predika fyrir mjög siðfræði, þá hlusta ég ekki. Nei, þá hlusta Brynjar ekki. Okkur langaði aðeins að fara í Viðreisn eða ESB. Við ætlum ekki í Viðreisn. Jú, hérna skráningaform. Hvitaði bara hér. Er þetta villast Við vorum með Þorgerði Katrínu í síðasta þætti sem að Sjálfstæðismaður, gamall. Já, gamall sjálfstæðismaður og flott kona. Við vorum að ræða Evrópumálum meðal annars, aldrei svo vant. Ef Alþingi kýsa hafna áframhaldandi viðræðum við ESB mun Viðreisn setja Evrópumálun á ís talanum. Maður velti aðeins fyrir sér þegar það er nú fátt það er ekki margir frjálslyndir hægri flokkar í Íslandi. Nei, það er ekkert sérlega margir segjum að Evrópumálun færi á ís hjá Viðreisn, eru þá flótti frjálslyndra hægrimanna til Viðreisnar? Eru tækifæri þarna fyrir ég var að segja tabula rasa hægri flokk ef þeir setja Evrópumálun á ís? Já, það sem ég tek bara mikið þegar menn er alltaf að skeita sér með þessu frjálslyndi og ef þú hlustar á Viðreisn þá upplifi ég ekki mikið frjálslyndi þegar málflutningi gegnum tíðina fjarri lagi og það er að vísu alvöru pólitík að velta fyrir sér hvort að hagsmunir okkar sé best borgið með að fara í ESB. Það er alvöru pólitík en þegar við horfum á okkur svona hagsmunir, þú getur reiknað þetta í Excel-skjali, það gæti borgað sig. En það snýst líka tilfinningar það að vera fullvalda og ráða sínu málu sjálf. Það skiptir máli. Já, þú getur reiknað það út fyrir Kúbverja að það væri miklu betra að vera bara fylki í Bandaríkjunum. Ef þú settir í Excel-skjal. Algjörlega. En þeir vilja það ekki. Þeir vilja bara vera sjálfstæð þjóð í sinni fátækt. Einmitt. Þannig að þetta er ekki svona einfalt að setja bara einhvern Excel-skjal og þegar vextur og háir þá verður svona meira fylgi við þetta og eitthvað svona. Þannig ég hef engan áhuga að fara inn í þetta samband. Þetta samband hefur verið dragbítur á samkeppnisstöðu Evrópu mjög lengi. Í mínum hugum bara verið svona ákveðið tollabandalag, setið eftir, íþyngt atvinnulífinu miklu meira heldur aðra þjóðir og þeir eru bara að tapa samkeppninni. Ég hef engan áhuga að fara þannig inn. Nei. En þetta er alveg pólitísku umræða og þú getur alltaf reiknað með því að það sé svona meira fylgi við þetta að gangi inn þegar vextir eru háir. Algjörlega. Alveg eins og Svíarnir og allt. Þetta lið fór þetta inn bara í kjölfarið á bankarhruninu þeirra. Já, 72-3. Nei, 92. Nei, 92-3 segir. Já. Það sem bara bankarnir í Noregi og Svíþjóð hrundu, menn alveg búin að gleyma því. Já. Og þá fara þeir inn, og þetta gerist oft í svona einhverju krepp. Alveg eins og þegar bankarhruninu verið hér, þá datt við stjórnum huga að fara bara inn. Já. En er það eitthvað óeðlilegt kannski? Nei, það er ekkert þessu óeðlilegt. Ég er bara að segja það þarf að hugsa þetta mjög vel. Það er svo margir ángaru, ekki láta bara eitthvað mómenti núna ráða afstöðunni. Einmitt, hugsa aðeins lengra. En er ekki allt í fokki í Bretlandi eftir að fóru úr ESB? Nei, það er ekki meira fokki í Bretlandi en hinn löndunum. Horfðu á hinn löndin. Horfðu á öll þessi lönd í Evrópu. Spán,
Portugal, Ítalía, Grikkland Frakkland ósjálfbært ekkert verra hjá Bretunum sko. Nei. Mörglandi í Evrópusambandinu eru gjaldþrota. Þeim bara haldið gangandi af Evrópska seðlabankanum. Já, það ekki hægt endalega. Þýskaland líka glíma við minnsta hagvöxt í manna. Það er ekki verið kaupmáttaraukning í Þýskalandi í 18 ára. En hann að þú ert ekki hræddur um það, eða þið eru ekki hræddur um það að ef að Viðreisn myndi setja ESB og ís, við sáum náttúrulega Samfylkinguna gera það með góðum árangri skoðanakönnunum, að þá færu hægri frjálslyndi menn að horfa til Viðreisnar? Nei, Hvað hafa þér þá meira að bjóða heldur en? Já, ég meina, Sjálfstæðisflokkur búin að vera við völd svo lengi að kannski vilja eitthvað nýtt og fest blóð. Þorgerur reyndi að tala um eitt sem ég leist svolítið vel á. Já. Það voru minni umsvið ríkisins og samdráttur í útgjalda. Þetta bara samt ekki nú traustverkið í málflutningu vegna þess að þegar eitthvað var reynt í þessu sko, það var alltaf Viðreisn bara alveg með vinstriflokkurum í öllu. Já, ok. Þú veist, alltaf meira hérna, meiri pening hérna, stækka þetta. Menn lesið bara Þingraður, Sigmars, Guðbrands og hvað heita allir að hlustu á Þingraður sem fólk og ef þið haldið þetta séu frjálslyndir hægrimenn segi ég bara þér og algjörlega á raungum stað sko. Ok, já. En þetta er líka auðvitað þessi umræða á svona miklu villigötum hvað varðar viðræðu við ESB. Þú annarkvæmt gengur í ESB eða þú gengur ekki í ESB. Það er ekkert að tala, það er engar sérstaklega skilmálar fyrir neina þjóðir. Það var 10 þjóðir gengið inn í ESB á síðustu 12 eða 13 árum. Það er allar með sama samningin. Við okkur stendur til boða þessi sami samningur. Þannig að það er engin óvissa. Þjóðin geti kosið á morgunum það hvort hún vil ganga inn eða ekki. Þannig að þetta er svo mikil blekkingaleikur að vera alltaf að tala um að kíkja í pakkan eða hefja viðræður aftur eða nei, það er ennþá einhver að nefna þetta. Er það ekki bara Óli Bíltvætt? Ég veit ekki. En Brynjar, er skrítið að ég tala um frjálslynda hægrimenn af því að náttúrulega flokkurinn er stofnaður út frá frjálslyndum hægrimennum sem eru Evrópusinnaðir? Bara stofnaður út frá Evrópusinnum? Já, sem voru í Sjálfstæðisflokknum samt? Ekki allir. Nei, ég meina þetta er bara sem er að gerast í allir þessu flokku. Það er að, veist, ef þú nærði ekki einhvern veginn þínu fram eða einhver áherslu þá bara stofnar þú nýjan flokk og eitthvað svona og við þess vegna erum við konum með 8 eða 9 flokka á þing sko. Þetta er ekki að gagnast þjóðinni. Nei. Og menn eiga bara að vera hér er bara flokkur í hægri flokkur, frjálslyndur með íherslega gildið það skiptir máli, hann bara dugar. Já. Að búið til ykkur að fleiri, það er bara, svo geta mennu þetta bara sko, eftir hvernig vindar blása, hvað verður ofan á í þeim flokki í einstökum málum á hverjum tíma. Ég meina, veist, með þess að Amerikanar þurfa bara 2 flokka, Bretarnir kannski venlega með 2 eða 3. Við erum í 9 flokka, einsmannsflokka, einsmálsflokka, þetta gagnast ekki þjóðinni. Þjóðin er alveg upptekinn þessu, svo kemur bara einhver flokkur fólksins sem lofar einhverju gamalmennum, sko, sem standa auðvitað best í landinu eitthvað meira, og Frítisund. Já, fólk sem eru auðvitað sund bara, veist, og er bara gamalt og allt í lagi með það lofa því veist, eins og maður séð bara þess að flokka í allir umræðu við fjárlögin koma með breytingatillögur, koma með tillögur inn í fjárlögin upp á 200-300 milljarðar sko. Þeir eru ekki til. Nei, þeir eru ekki til. En þeir tala svona, já fólki, já ég ætla að kjósa, þetta er minn maður en auðvitað mun hann setja ríkissjóð á hausinn og endanum mun bara þetta gamalmenni hafa minna milli handana þetta fólk væri búið ráðið spá stund. Já, allavega börninas. Já, og barnabörnin líka. Algjörlega. Við ætlum að fara okkur í Sjálfstæðisflokkin og svo umræður er búið kontaktfyrirtækjar á Já, kontakt. Við kaupa fyrirtækjum eða við fjárhagslega endurskipulagningu er oft ástæða til að skoða fjármagnsskipan, talanlegum í þessu vakstaðumhverfi, hvort á sé heppilega, hvort breytinga sé þörf, kontakt yfir reynslu og þekkingu á því sviði endilega við sambandi, kontaktfyrirtækjar Sko, það eru almennilegir. Mjög almennilegir og þeir eru með gott sambandi við fjárfesta og lánastofnari varðandi fjármagnir og annað. Sko sjálfstæðisstefnan, ég ætla að byrja að spyrja þig Hermann, finnst þér hún hafa skinið skert í þessu ríkisstjórnarsamstarfi? Nei, ég held að hún hafi nú verið undir dökku óviðu skýi allan tíman sko. Og ég hef nú kannski svona bara gamla skólanum þessi íhaldssami sjálfstæðismaður sem að frjálslynd íhaldssami Já, frjálslyndur íhaldssami Við erum miklu frjálslyndar þegar þetta fólki í við sko. Já, ég vil hafa mjög mikinn metnað í rekstri ríkisins og ég vil að við tökum kraftmiklar ákvarðanir og séum ekki alltaf eins og vesalingar og aumingjar í öllu sem við gerum
og eigum fyrir því sem við erum að gera og svo framvegis sem ekki mikið að þvælast fyrir fólki heldur treystum fólki fyrir sjálfum sér en allt þetta hefur nú ekki skínið gert sko síðustu árin og ég veit ekki sko sjálfstæðis þingmenn segja nú við öll tækifæri að þetta væri verra ef við hefum ekki verið í ríkisstjórn og það er örugglega rétt. Já, það er örugglega rétt sko. En það er samt afsakar ekki. En það bara duga mér ekki sko. Þetta er svipað og tapa leiknum 2-1 en við vorum betri. Tapaði samt. Við erum bara svolítið það. Sást ekki XG. Við hefðum tapað 5-1 hefðum við ekki verið. Akkurat sko. Já. Það er samt 0 stig. Þannig að það er samt 0 stig sko. Já, þannig ég er frústrerað sjálfstæðismaður eins og svo margur. Já, Brynjar, þú ert sammála Hermanni líklega? Já, við erum glettilega sammála við Hermann og nei, sko, það sem ég horfi á, bara svona frjálslind íhald, það sem sko einstaklingur fær að njóta sín og við erum ekkert að skipta okkur mikið á honum og ekki stjórna honum. En við stöndum fyrir ákveðin gildi sem hefur reynst vel og sem við getum kallað þjóðleg. Og það er bara allt í lagi, það er bara fínt. Það er alltaf bara sumt er rétt og ránt, sko. Við mönnum ekki gleyma því. En það sem ég hef haft áhyggjur af í öllu þessu samstarfi, þrátt fyrir að nást alveg frábær árangur síðustu 10 ár. Í ríkisstjórn með Bjarnar Ben sem fjármálar allan tímann, sko, nánast. Frábær árangur í heildina, en það breyti því ekki. Við erum bara alltaf stökk í útlendingamálum af því að litli flokkurinn segir bara nei, við vorum stökk í orkumálum af því litli flokkurinn segir nei og við erum stökk í svo mörgu. Bara fastir. Og þetta hefur verið alveg kvalarfullt fyrir mig að horfa á. Já. Bara kvalarfullt. Og mér finnst við ekki stíga nógu fast í jarðar. Af því við erum alltaf einhvern veginn að halda einhvern veginn frekjudollunum einhvern veginn róluðum þannig að við getum haldið áfram. Sko. Já. Samanlega. Svo er allt í svo faglegu ferli, sko. Já, svo er allt í svo faglegu ferli og svo er erfitt að taka ákvarðanir og það er svo erfitt í stjórnmál að taka erfiðar ákvarðanir sem samtidig vitaður nauðsynlegar. Eigum við þá ekki bara að fara í stjórnarandstöðu og safna saman vopnum? Það getur orðið mikið tjón. Já, það getur orðið mikið tjón. Ég held að þjóðin mun nú ákveða þetta fyrir okkur, hvernig framhaldið verður. En ég pæli bara, ef við hugsum bara núna fyrir flokkin, sko. Já. En vill þjóðin einhverja nýja vinststjórn? Samkvæmt skoðanakönnunum? Já. Nei, þú ert reynda með Samfó og svo miðflokkin, sko. Já, ég meina, endanum, sko, þar þjóðin að kjósa það. Viltu vinststjórn eða viltu hægri stjórn? Og ég segi bara þjóðin, ok, förum yfir árangur vinststjórnum í gegnum tíðina. Já, algjörlega. Nei, ég meina, þá segja mér bara að þeir bara stóðu ekki nú vel og við ætlum bara að refsa okkur. Það bara refsi okkur. Bara verðum að vera þannig. Og ég hefði miklu meira gaman að vera í stjórnarandstöðu. Þá myndi ég njóta mín fyrst á þingi. Já. Þið heyrið það fyrst hér, hann er að fara fram aftur. Ég ætla að það var næsta spurning. Nei, ég myndi njóta mín, sagði. Já, en ætlar að fara fram aftur? Ég hef lýst því yfir að ég mun ekki fara í prókjur Reykjavík með sama hættu og var síðast. Já. Ég ætla ekki að taka þátt í því að horfa á einhverjar hópa glíma nýskrá mörg þúsund nýja kjósendur inn í flokkin til þess að kjósa þessa blokk eða þessa blokk. Ég mun ekki taka þátt í því. Nei. Þið getur bara átt þetta fyrir mér, sko. Já. Þannig að, en ég er hins vegar tilbúin að vera í pólitík áfram. Já. Taka sæti. Ég mun ekki fara í svona prófkjöráttur. Nei. Sko, þetta er góða punktur hjá Brynjari. Sko, Hermann, er prófkjör besta leiðin til að henda í besta listana? Ekki endilega. Það er oft þannig í prófkjörum að þeir sem eru duglegastir og ná í flesta krónurnar og eru svona útsjónasamir, þeir ná að smala og koma sinni árvel fyrir borð og annað fólk sem á kannski meira erindi í pólitík og er skynsamt og yfirvegað og ætti heima inn á Alþingi, það kemst ekki að því að kann ekki hennar leik. Það vill ekki taka þátt í honum. Og eða vill ekki taka þátt í honum. Þannig að peningar að mínum mati eru að spila allt á stóra rullu í pólitík almennt. Aðalfréttin bara núna í vikunum var það að Kamala Harris hefði náð $200 million á einu sólarhring í kosningasjóð. Og það er náttúrulega ótrúlegt í ríki sem kalla sig lýðræðisríki, þá þarftu $1 miljard til að geta orðið forseti. Jesus Christ. Og það eru slíki peningar að fólk getur ekki einu sinni hugsað þetta upp átt. Á Íslandi þurfa stjórnmálaflokkar í dag, ef ég man rétt, 800 milljónir ríkissjóði til að geta haldið sinni starfsemi áfram. Þegar ég var ungur maður, þá kom ekki króna úr ríkissjóði til stjórnmálaflokkana
nema þeir reyndar voru áskrifundur að 10 blöðum á Þjóðviljanum og 10 blöðum á Mogganum og svo framvegis. Þetta var framlag ríkisins til stjórnmálaflokka. Núna þetta bara stórfyrirtæki með gríðalega fjármuni úr ríkissjóði. Þetta orðið að mínum að þetta ofboðslega bjögum mynd. Það búið að taka þá svolítið sjálfboðaliðana og kraftin og starfinu af því að þetta snýst allt peninga og auglýsingar. Já, hægt að vera frjálsir og ég held þetta hafi allt saman verið mistök. En þú veist, já, ég meina við Óli Björn vorum eitthvað röldur við þessu öllu saman á síðan tíma, nöldur sekkinni sko. Og en þá bara sagt við okkur sko, ég meina við getum ekkert haft það þannig að bara menn safni sér, því að það bara ójafn leikur og stórfyrirtæki mun þetta bara styðja hægri flokka og sem þið gerðu við sjálf, stöddu alltaf alla sko. Já. En allt í lagi, þannig var umræðan og til þess að jafna leikin þá var farið í þetta. Þeir eru bara ríkisvætti stjórnmálaflokkar. Algjörlega. Látum nú vera að þetta þarf að ríkið að hafa kostnaðina þingflokkunum, af því þeir eru bara hluti af þinginu, en að stjórnmálastarfsemi og kosningabaráttu til fjármögnun ríkissjóða finnst mér afleitt sko. Sjáum það að sósíalistaflokkurinn, hann að lifa góðu lífi út af þessum penningum. En þú getur ekki sko tekið það af en samt banna mönnum að safna sko. Nei, algjörlega. Svona til að kannski aðeins verja Sjálfstæðisflokkinn, sko, sjáu þið sjálfstæðisstefnuna í verki í einhverjum að sveitarfélögum landsins, tölum kannski Reykjavíkurborg eða fleiri? Reykjavíkurborg? Nei, ég segi bara Nei, ég er meira að tala um bara að það er ekki eins og Reykjavíkurborg sem dæmi að því að við erum að tala um vinstri stjórnir eins og það sé eitthvað frábærlega vel reikið eða eitthvað. Nei, ég held að ríkissjóður sem bara toppmálum fyrir borgarsjóða, það er farið sko. Allt einhvern veginn svo óhöndulega framkvæmt. Já, ég held að bæði Kópavogur, Garðabær og Hafnarfjörður standa styrkum fótum með sjálfstæðismenn í brúnni sko. Þannig það er ekki alls það rjúkandi rúst. Nei. En má ekki, sko. Við hefðum nú kannski getað hangað Þorgerðið einu og það má líka nefna Framsóknarflokkin er að Viðreisn er alltaf búin að vera í þessu Reykjavíkursamstarfi og þeir eiga þeir eiga skammir fyrir það. Þeir bera algjörlega ábyrgð á þessu. Já. Þeir dúkkuðu þetta á sínum tíma. Eftir að kjósendur voru alltaf að reyna að hafna sem borgarstjóra sko og samfélkingunni. Kom alltaf einn og einn flokkur í viðbót. Já, og svo er menn alveg svakalega óánægð með allt og all skipulagsmál og umferðarmál og allt í mólum og svo alls konar auka klúður þar að auki endalaust. Svo einhvern veginn skýrt það bara einhver máli. Nei. Það er bara, hvernig blása vindarnir í landsmálapólitíkinni? Já, samfélkir upplið. Þá bara það líka í Reykjavík. Sko. Já, algjörlega. En þá er það bara stóra spurningin vann Sjálfstæðisflokkinn. Sko, hann er að mælast í kringum 15-20% í skoðanakönnunum. Ég ætla að byrja þér, Hermann. Hvað þarf Sjálfstæðisflokkurinn að gera til að bara rífa sig og fylgi sitt í gang? Hann þarf bara að tala miklu skýrar fyrir þeirri stefnu sem að flokkurinn er skrifaði fyrir og hann þarf að koma út í atvinnulífið og hitta fólk á kaffistofunum og tala millilega laust og menn þurfa að þora að rífa kjaft. Sjálfstæðisflokkurinn þarf líka að þora því að skamma stórfyrirtæki. Mér finnst hann hafa alltaf veigrað sér við það og það er ekki þannig að það sé allir að gera allt rétt alltaf. Þannig ef að menn ætla að vera trúverðugir þá þurfa þeir að geta tekið til máls í öllum svona málum. Þannig ég held að bara það þarf miklu meiri festu og hörku og atgang sko í flokkinn. Já, Brynjar? Ég ætla að segja svipað sko. Hæ? Já, ég ætla að segja svipað. Nei, ég meina, sko, ég hef þetta bara sagt við ungt fólk í dag sko að því að foreldrar mínir sko hólust upp í kreppinu og það var ekki til matur og svo þetta var að stofna heimili og eignast þess að 3 syni, svona alveg hræðilegt fyrir þau og þetta var eiginlega barátta. Það var unnið, kallinn vann, sko, minnst að kosti 14 tíma á sólarhring, skilur, að koma sér upp ykkur í heimil og svo bara á lífildistímanum, það höfði þetta bara þróast þannig að vera sko hrikalega fátækt í alvöru velferðarsamfélag. Já. Það skipti máli hvaða pólitík var ekki og að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið leiðandi á þessu lífildistíma skapaði þetta. Það er bara þessi stefna er þessi eðlis að hún getur gert okkur að einhverju velferðarsamfélagi, það sem einstaklingar fá að njóta sín, búið til eitthvað umhverfi, skattpínum ekki alla og svo framvegis og náðum að búa til fínt fiskveiðikerfi sem er auðvitað ekki gallalaust og allt það og allt í einu bara erum við á topp 3 í heiminum sko. 70 ár í stjórnina. Já,
og ég segi bara ungt fólk, það er ekki þannig að það er ekki skipt máli hver stjórnaði. Það er þessi stefna sem gerir það verkum og hefur gert vestræn lýðræðis samfélög að fara bara fram úr öllum öðrum. En það eru blikur á lofti. Mér finnst það svona að við hafum svolítið hörfað undan stefnunni í raun og veru. Já, hann þynnst út. Já, þynnst út og við erum orðin svo er bara aðrir farnir svolítið að stjórna. Við erum bara að færa svolítið völdi frá stjórnmálamönnum til einhver umbjóðslaus fólk út í bæ og við erum svona eiginlega hætt þessu, við erum hætt að vera í pólitík. Ok. Og þá fara menn að hugsa, skiptir ykkur máli hvernig við kjósum. Við erum bara hætt að stjórna, Brynjar. Það er vandinn, sko. Þetta lifir allt sjálfstæðu lífi og ég minni ykkur bara á það að fyrir fáum vikum síðan var hér stóru máli í íslensku samfélagi þegar að Landsbankinn keypti tryggingafélag og fjármálaráðherra Þórdís Kolbrún sagði alveg skýrt, þetta verður ekki gert í mínu nafni. Það var víst gert. Og það var samt gert Já. og bara skipt fjármálaráðherra og þetta apparat er unnið saman og er auðvitað alveg glórulaus framlenging á ríkisrekstri. Og þessi banki er auðvitað nýbúin að byggja sér höfuðstöðvar fyrir óteljandi milljarða á besta stað í bænum. Ég hefði byggt höfuðstöðvar fyrir þennan banka upp í Breiðholti. Og það er ekki grín, sko. Á Esjunni? Nei, bara upp í Breiðholti, þar sem að vantar stóru og öflug fyrirtæki og alvöru vinnustæði og hann hefði haft mjög jákvæð áhrif í sínu umhverfi og geta tekið þátt í því að byggja það samfélag upp, það þörf á því. Við sjáum þennan Landspítala sem er að rísa í Þingholtunum. Ég verð samt skjóta, þetta er besta tryggingafélag í Íslandi. Já, bara fínt, sko, ég hef ekkert út á það að setja, en við erum að byggja hennar risaspítala í Þingholtunum. Hann var samþyktur á Alþingi og átti þá að kosta 70 milljarða. Nú er síðasta talan sem ég heyrði var 220 milljarða, hann er örugglega að fara í 250 milljarða. Það er enginn á Alþingi að tala um þetta. Það er öllum sama. Þetta er bara skuldsetning og framtíðar útgjöld. Þetta er fullkomlega ábyrgðarlaust að mínum að þetta allt saman. Já, sammála því. Klart. Þetta er... Já, en ég meina, þetta segir okkur það, sko. Þessi armslengd. Já. 4 milljarða brúi komin í 9 milljarða. Sem er uppfinning stjórnmálamanna til þess að þurfa ekki að vera að taka ykkur ábyrgð ykkur. En þeir losna aldrei við ábyrgðina, hún er í stjórnarskránni, sko. Menn gleyma því alltaf. Búið ykkur armslengd og þá bara einhvern umbróðsett fólk sem alltaf bara stjórnar til landinu. Já. Bankanum sem við eigum. Já. Og einhver úrskurðarnefnd útlendingamál, það er bara einhver fólk í bæ, ráðherra sem bara ábyrgð málið, hann ræður engu. Sko. Já, en með hvernig þeirra tala, þá skiptir kannski ekkert miklu máli hvað stjórnar þetta? Já, sko, löggjöfin skiptir máli hvað umhverfið þú býr til, sko. Og vandamálið það að þó að sem sé kosti við samningin, þá eru líka gallað við hann, sko. Já. En fleiri kostur en gallar? Eða ekki, eru ekki allir saman á það? Já, ég held við að hósa dómsmálaráðherra allavega áður en að við hættum þessu þætti. Mér finnst hún hafa stigið mjög sterkt inn í mjög erfiðan málaflokk og stórt embætti og hún talar allavega eins og ég myndi tala í þessum sama stól og ég held að það sem að Alþingi ætti að gera núna er að halda áfram að efla löggæslu í landinu. Ég sakna þess að sjá ekki helmingi fleiri eða margfalt fleiri lögreglubíla á götunum. Já. Ég þekki þetta ágætlega frá Bandaríkjunum eða það er rán í sjoppi í Bandaríkjunum, þá eru konið 6 löggubílar á 3 sekúndum. Þarna fyrir utan, allir alvopnaðir, ég er nú ekki að mælast í þess, sko. En núna ef þú lendir í árekstur í Reykjavík eða einhverju óhappið, þá tekur 2 tíma, sko, að fá lögreglubíl og 3 bíla að fá sjúkrabíl, sko. Þannig að við erum ekki að hugsa innviðina eins og við eigum að gera, sko. Nei, klart. Hvað segir fyrirverandi aðstofnarmaður dómsmálaráðherra? Nei, ég meina við breyttum alveg í löggæsludæminu, við tókum bara það fyrstu tökum og við fjölguðum 89, fengum fjármagn fyrir 89 stöðum, sko, lögreglumanna, þannig að það var bara tekið á því þá strax þegar við komum inn. En endast fóru þeir ekki allir inn á skrifstofu? Nei, þú veist það. Fóru þeir ekki allir á skrifstofu, sagðan? Já, ég er að hugsa um einkennisbúninga, sko. Nei, þeir fóru að hluta í skipulega glæpastarfsemi og hluta og... Fóru lögreglumennir í skipulega glæpastarfsemi? Já, rannsaka hana, sem er auðvitað risamál. Risamál, já. Það er að því að, sko, við tengjumst ekki svona daglega lífinu, sko. Nei. En þetta grefur undan samfélagunum. Þetta er svo mikið að tækla þetta. En svona venjulegur íbúi, hann er ekkert að hugsa um þetta. Nei. Þetta er ekkert í hans daglega lífi, sko. Nei. En svona starfsemi er mjög slæm öllum samfélagum og grefur undan þeim.
grefur undan réttarörygginu og öllu saman. Klart. Já, vorum að tala hvernig völdum vera að færast frá nú er ég spenntur. Mér langar að taka eitt mál sem hefur aðeins verið milli tannafólki, það eru þetta Við erum að kveikið versnandi námsárangur og Ásmundur Einars náttúrulega hana í broti fylkingar sem menntamálaráðherra sko, þetta eru náttúrulega það virðist enginn vera sáttur við núverandi kerfi hvorki nemendum né kennarar né foreldrar ógagnsætt og einhvern veginn engum holt. Hvernig blasir þetta við ykkur strákar ef við byrjum á þér Hermann? Og ég kannski fæ að hendi spurningu sko, bara... en ég ætla samt að segja strákar, þeir eru báður konum með A+ hjá okkur fyrir þennan þátt. Já, þið fáið A+. En við gefum öllum gestum okkar A+. Kannski ég ætla bara að koma með Þau eru sannig vinstrimenn, það er allir jafnir. En sko, bara opið spurning A þýðir ekki neitt. Nei, það er rétt, það er A+. Opið spurning til eitthvað beggja, við byrjum að þér Hermann, þú veist, það er hætt með samrættaprófin og við erum búin að sjá rosalega einkunnaverðbólgu eftir að samrættaprófin var lögð niður. Það veit enginn þeir sem er að taka við einkunnumann í menntaskólum, skólinn á Flúðum með allt aðra einkunnir heldur. Af hverju eru við að ala þessa kókaböðskynnslu þannig upp að það eru helst ekki að taka nein lokapróf, engin samrænt próf, erum við ekki bara búið til einhverja aumingja? Segðu samt það sem við Ég vona nú ekki sko, en það held ég ekki góð þróun að fjarlægja alla ábyrgð frá öllu ungu fólki. Ég held að það sé ekki góð þróun. Það er nú komin líklega svona 43-44 ár sko síðan að ég var í skóla og 50 ár síðan ég var í barnaskóla sko, þannig að maður er kannski ekki með innsýn í þetta í dag, en maður er bara svona með kenningar og ég held að að svona það hafi ekki verið mikið heillarskref þegar við dróum foreldra miklu nær skólastarfinu. Samlega því. Og það fór að hafa mikil áhrif á bara skipulagið á skólastarfinu og agan sem að skólinn mátti beita og svo framvegis og framvegis. Ég held að þetta sé afleitt hugmynd að vera ekki með mælingar og fá ekki eitthvað svona keppni fram í nemendum, þá sé hann ekkert að refsa þeim sem gengur illa, þá bara styðja þá og halda áfram að kenna þeim það sem gera betur. Og vera með öflugt stóðkerfi til þess. Ég held þetta sé ekki góð hugmynd að það er allir bara að lita í sömu bókina og svo fá allir A+. Nei, sko Brynjar, svo ég spyr þig líka þessu og við sjáum bara PISA-kannarinnar, við erum bara orðin tossin af öllum löndum. Já, sko, þetta er bara sama eins og allir leiki færu bara jafnt. Engin. Já, engin leik. Nei, sko, það eru nokkur lykilatriði í þessu, sko. Þetta, þegar skólastarf fór að snúast það að börn þyrftu aldrei að taka reyna ábyrgð á einu þegar maður alltaf bara líða vel þá nærði engum árangri. Það þarf hvatningu, það þarf aga og það þarf ábyrgð. Þannig nærðu árangri, hvort sem það er í skólastarfi eða bara í fyrirtækjum. Eða íþróttarekstri. Hvað eina? Einmitt. Leið og menn var að missa sjónar á þessu og það fyrir að snúast það að við séum bara allir saman í skólanum og allir bara koma eins út og enginn er betri en annar í neinu í staðin fyrir að finna hvar hæfileikarnir liggja, gera betur þar sem þú ert veikari og hafa eðlilega metnað að gera betur. Þú ert aldrei bestur í öllu. Ég get verið bestur í íþróttum með lélegastur íslensku eða starffræði. Börnin vita það alveg, þau eru ekki best í öllu. Þetta er ekkert áfall, sko. Og er það allt í lagi? Að menn svo góður í mismunandi hlutum? Já, það er bara hæfileika fólks liggja á mismunandi sviðum. En við þurfum að skila þeim þannig út úr grunnskólanum að þau geta alltaf að lesið. Og þú getur kennt öllum að lesa. Og það þarf bara kannski mismikið fyrir því. En þegar þú ert komið auðvitað svona í námið að þá þarf einhvern samræmda mælikvarða. Já, algjörlega. Já, og ekki bara eitthvað huglægt mat kennar á hverjum nemenda. Það er svo ósanngjarnt gagnvart bæði nemendum og kennur. Öllu. Já. En þetta einhvern veginn hluta þessu vanda er að stjórnmálmenn hafa ítt þessu frá sér og látið ykkur að sérfræðing og fæða stjórna þessu. Í staðan fyrir að segja, við erum ákveðin prinsip og við ætlum að hafa samræmda mælikvarða og við ætlum að láta börnum þurfa að taka ábyrgð á rangri hegðun og svo framvegis.
eins og alveg rétt hjá þér, foreldrar eru stærsta vandamálið. Já, þeir eru það. Þeir eru víða. Mjög líklega, sko. Voru ekki landspróf í gamla daga? Jú. Jú. Af hverju var hægt með þau sem dæmi? Voru þau ekki bara frábæri? Jó, ég held að það hefur verið frábæri. Þetta var eitthvað, svo kom eitthvað kenningar í þessu fræðum, sko. Já. Þú kannski tekið gagnfræðapróf í staðinn og farið bara inn í menntaskóla. Það var ekkert vandamál. Nei, sko, við erum bara einhvern veginn svo máttlaus að við skiljum þetta bara einhvern veginn eftir og stjórnmálumenn bara láta þetta einhvern veginn frá sér og síðan bara fara menn í skólan og öllum á að líða bara vel og árangurinn skiptir einhver máli, sko. Ég held reyndar að stjórnmálamenn hafi ekkert mikið input í menntamál almennt. Nei. Og ég held að sé engin ástæða til þeir hafi það. Jó, þeir auðvitað nýta sér Þeir sko setja þekkingu löggjöfina. annara. Já. Þeir eru að taka ákvörðunina. Já, en það sem ég ætlaði að segja er það að það getur ekki verið ásættanlegt fyrir Kennarasamband Íslands og allt það góða fólk sem að vinna við kennslu, sem er margt hvert alveg aðbara fólk, að horfa upp á þetta ár eftir ár, að árangurinn sé lakari og lakari og lakari. Þannig að ég skora bara á þetta góða fólk að setja saman einhverja vinnuhópa og finna leiðir og aðferðir til þess að snúa þessu við. Og ekki einhverja eina aðferð. Ég held að menni að skipta skólunum upp í einhverjar fylkingar, kannski 3-4 fylkingar, pröfa mismunandi aðferðir og mæla þetta á 5-6-7 árum. Þetta tekur tíma að ná einhverjum árangri í þessu. Af því það getur ekki verið að Kennarasamband Íslands sé sátt við þessu stöðu eins og hún er. Þetta er ekki pólitískt vandamál að mínum mati, þetta er fyrst og fremst faglegt vandamál. En þeir voru alveg brjálægur til viðskiptaráð, að þeir voru að benda á þetta. Já, benda á þau auðvitað svo allir vissu, sko. Nei, ég meina, ég hugsa að myndum bara að ná bara stórkostlum árangur, þetta var bara í skóla, færi bara í einkarekstur. Já, ég er alveg samanlega þar. Ég hugsa að mannaðist bara miklu betri árangur. Já. Ja, það er hætt við því. Líka getum við ekki farið í En það var eins og hybrid-kerfi? rífa hjarta á fólki í stjórnmálum, sko. Já. Algjörlega. Bara bring back landspróf eða samrændapróf. Já, talað einhverjegna skóla. Það er alltaf læg fyrir einhvern krakka að fá bara lélega engun, hann bara rífur sig í gang og gerir betur næst. Já, þú ert sá allra í Ég var að kenna í háskóla, sko, þá voru sko nefnendur, sko, sem fengi ekki nógu að einhvern eða fjallu. Þeir komið með lögmanni með sér, sko. Já. Og allar þú að eyðileggja líf þessa fólks. Það verður að segja bara einfallega, heyrðu, tekur bara prófið upp, stendur þið betur næst. Einmitt. Þú tekur ábyrgðina. Nei, þá er bara fólk ekki tilbúið til þess. Nei. Þá er kennarinn sem gaf þið lélega einhvern, að hann er orðið vandamálið. Já. Hann er að eyðileggja líf þeirra. Leið og menn fara að hugsa svona, þá er ekki von á góðu. Það er bara, samt getur ekki verið að krakkin minn sé að falla, sko. Það hlýtur að vera þessi kennar sem veit ekki neitt, sko. Hann veit ekkert. Kennarinn er móti krakkana. Ég man eftir þegar með mína sín í grunnskóla á efri hluta grunnskóla, þá hleypti kona mér ekki á foreldrafundi. Því að hún vissi það að ég hefndi gera eitthvað heilins áskulda eins og ég gerði einu sinni. Þá var svona foreldrafundur sem bara voru foreldrarnir allir með kennarinn. Já. Og síðan byrjaði allir að kvarta og hveina. En það snýrist alltaf eigin barn. Það snýrist alltaf eigin afturend. Já. Og ég stóð upp og sagði, heyrðu, hættið nú þessu, sko. Við erum að styðja hér skólan og kennaran. Hættið þessu rugli, sko. Við erum að styðja kennaran og ekki alltaf hugsa þetta út frá eigin barni. Ef eitthvað að hjá því, þá bara ræðið þú bara sérstaklega kennaran eða kennaraði við því, sko. Þetta, sko, menn nálgast þannig, sko, að þetta bara menn vaðin í skólan allt út frá hagsmunum eigin spass. Já, algjörlega. Og það er bara óviðrátt fyrir skólan að eiga þetta. Já, klármál. Já, við ætlum að fara okkur aðeins út fyrir landstina og aðeins sko, mér langar að tala aðeins Bandaríkin, en áður en við gerum það. Já. Þá langar mig að tala lengjuna. Það eru jú Ólympíuleikar þessa dagana og þá erum við að setja spenni í leikinn og ég sett á blikan á maður, Jesus Kristurinn. Já, ok. Stöðum við íslenskt íþróttalið. Töpuðu fyrir stórliði frá Kosovo. Já, þú varst að stuðla því að íslenskt íþróttafólk kemist á næstu Ólympíuleik. Já, ég get hugað með það. Já. Og kannski annað. Það er blikunum að þakka. Já, fyrst við erum að ræða allt í ríkisrekstri, þá getum við alveg talað atvinnulífi líka. David Jones, auðvitað fyrirtæki sem var best öttulega gegn verðbólgunni. Heldur betur. Og ég er náttúrulega alltaf með döðlunda mínar í náttborðskúfunni, en það stútfullar af alls konar steinefnum, vítamínum og við erum leintryggs í Sveinbjörnbyggir. Ég get alveg 8 fyrir það. Já. En þær geta það líka. Já. Ég vil Bandaríkjana. Sko, strákar, Biden, var þetta einn í stöðuna að draga frambóð sitt
frambúðið bara hreinlega tilbaka eða áttu hann slatt eftir í dag? Hermann, kannski byrjum með þér. Áttu hann ekki nóg eftir að táknum? Það var löngu farinn sko og það var auðvitað mest áberandi að sjá þegar það var búið að stilla saman vídeóum af honum frá 2019 og svo aftur í dag. Það sá maður bara að... Hann var gamall þá? Já, hann var gamall þá en hann var frísklegur og hann var blik í augunum og núna auðvitað eins og allir sáu þá var hann bara alveg farinn og komið með alveg augljósa heilabilun eða elliglöp eða hvað við viljum kalla þetta. Þannig að það var í rauninni óskiljanlegt að minni hálfu að honum skildi vera telt fram svona lengi. Þeir áttu þetta bara strax síðustu áramót að gera plan B og tefla einhverjum fram sko. Svo lenda þeir í tímarhaggi og sita uppi með það að varaforsetinn sá eini sem tilbúinn og klár í slaginn og vaði Trump og engin veit hvernig það fer. Hún ekki mjög reynd í kosningum og þá ætti að reyna við á þetta og ég ekkert sérstaklega bjassinn fyrir hennar hönd, þekkjandi marga Bandaríkjamenn og þeir ekki ungir og frjálslyndir og til í hvað sem sko. Já, frjálslyndar í allt sem Já, akkurat sko. Þannig að já, auðvitað átti hann að vera löngu farinn og það eiginlega grátlegt að hann skuli ekki að fatta það sjálfur og hans kona sko fyrr. Já. Hann rauninni þvingaður út. Já, Brynni, hann stóð sér samt vel í kappræðunum hann fyrstu. Nei, sko þeir skiptu hann bara út þess að þeir sá að hann var að tapa. Já. Og hann hafði engan áhuga að fara út og meirhlutin að hann hafði mikinn meirhluta stuðning sko á sín tíma þráttur öllu þessi veikindi sko en þegar bara skoðanakannar voru komna svona þá bara sáu að hann myndi aldrei hafa þetta þannig að það engin á þetta að skipta bara að skipta og hann bara þvingaður út og svo hún náttúrulega bara rétt sem Hermann segir eina sem tiltæk hefur verið tiltölulega óvissætt varaforsti. Já. Mér finnst hún alveg ótrúlegu tækifæri sinni. Okay. Öllu málflutningi, bara eftir hvernig vinda blási hverju. Þannig að ég engin sérstakur aðdáðandi hennar. Ég svo sem heldur ekki sérstakur aðdáðandi Trumps og og bara hvernig típan sko. Það getur, ég átta mig svo sem ekki alveg á pólitíkinni sem getur verið vel verið eitthvað skýrsælt í því og allt í lagi með það. En ég bara svo sorgmættur við því að það skulle ekki vera ykkur aðri frambjóðandur í svona stóru ríki sko. Nei, sammála því. Ég hef oft lent í því í Flórida að lenda í holli með heimamönnum og og maður reynir nú að tala kannski ekki pólitík sko á teig en svona eftir hringinn kannski verið að fá sér eitthvað í gogginn og spjalla og það ótrúlegt það fylgi sem að Trump hefur. Já. Og fólk bara eins og það hafi séð Messias endurfætan og hann besti forseti sem Bandaríkin hafa nokkuð tíman haft og þau ætla að berjast til síðasta blóðdropa. Já, og þetta bara venjulegt fólk. Já, þetta bara venjulegt launafólk og ég hef bara aldrei upplifað þetta áður með nokkurn annan stjórnmálamann í Bandaríkjunum að fólk tæki svona opbóðslega harða afstöðu með honum. Já. Því mér finnst hann alveg fyrir neðan allar hellur sko. Nú eru þið miklu fróðar en við. Stóð Trump sig betur en það sem Biden búin að gera núna? Sem forseti. Ég átta mig svo mikið á því sko. Hann gerði það sem að ég held að hafi verið tímabært að gera. Hann sko í viðskiptum mjög mikilvægt að öðru hvori komið fram svona disruption karakter eða strategía sem að breytir geiminu og hann var þessi típa. Það var enginn sem vissi hvað hann ætlaði að segja næst, vissi enginn hvað hann ætlaði að gera næst. Þannig að hann skapaði svona titring og ótta bæði hjá fyrir bandamönnum Bandaríkjanna og andstæðingum. Þannig að það vissi enginn hvað hann hefðan og það var kannski komið tíma á það. Bandaríkjum voru svona búin að vera að sigla og eru búin að vera að sigla núna síðustu 30 ár að mínu mati svona niður á við í flestu tilliti og hann kom svona og breytti leiknum og gerði ekki allt gáfulegt en breytti svona menn fengur trú. Já, menn fengur trú á ýmsum hlutum og en ég nú þeirra skoðanar að sko 4 ár hafi verið nóg og menn ætti nú að finna sér eitthvað nýja messía sko í republikanaflokknum en þeir eru bara ekki á hverju strái og ég hef nú farið á landsþing republikana og hafa nú ekki allir gert það. Nei. Og það einhver mesti sirkus sem ég nokkuð tíma komið á ævina
En þar voru 2 konur sem báru af sko sem ræðumenn og önnur var Condoleezza Rice sem var alveg afburða ræðumaður á því þingi og hinn var Ann Romney sem var eiginkona Mitt Romney sem þá var í framboði og þessar 2 voru betri heldur en allir gúrikarnir og rugludallarnir sem óðu hann upp á svið og fluttu ræður og ríkisstjórar og þingmenn og guðmóta hvað og fórum með bara staðlusa stafi sko í löngum bunnum. Mjög skrítin samkoma. En sko, ég hef alltaf haft það á tilfinningunni sko, árangur sko Trump bara hjá sem venjulega Amerikana bara, sem eru alltaf langflesti í hverju samfélagi bara launa menn sem eru að berjast við að hafa næga atvinnu og hafa tækifæri að þeir voru bara einhvern veginn þreyttir á þessu svona mennta elítunni sko og menn hugsaðu bara það og hugsaðu bara lífið í stórborgunum og allt þetta. Það er mín tilfinning að menns bara, þetta lið alveg þessu lið nákvæmlega saman með okkur. Svo kemur hann bara alltaf og segir, ég ætla bara að vinna fyrir ykkur. Þá finna það einhver svona, fá einhver tilfinningu að hann hafi einhvern áhuga á þessu fólki. Því að demokratarnir hefðu bara engan áhuga á þessu fólki. Þeir voru alltaf bara að hugsa um einhvern mentalið og menningarelítu og allt þetta dótari, sko. Og ég held að hann bara hafi náð að sækja svolítið trúverðuleika hjá þessu fólki. Já, vel að Sjálfstæðisflokkurinn ætti að stela blaðsíðu þessari handbók. Já, ég hef svo sem sagt við fólk sko í stjórnmálum á Íslandi fólk verður að upplifa það að þú hafi einhvern áhuga á því. Já, og setja vinna fyrir þau sko. Já, bara hafið áhuga á því og fólk skilur alveg það að það er svona að taka erfiðar ákvarðanir. Já. Fólk kann að meta það og bara stendur fyrir eitthvað þó sé ekki sammálaður öllu leyti. En segjum strákar ef þetta hefði verið 50% líkur að Trump myndi vinna þetta en Skotára sinn, hún hlýtur að fara með þetta, hann klárar þetta alltaf, er það ekki, Brynjar? Nei, ég er ekkert svona sko Þetta var rosalegt. Jó, en þetta bara eftir hvernig menn vinna úr þessu sko og ég held að menn get ekki stólað á þetta til vinnings. Nei. Ég held einfallega að það er alltaf þessi sömu 5-7 fylki Já, 7 fylki sem ráða úrslitunum og ég held að hún eigi litla möguleika þeim fylgjum þessi Kamala Harris sko. Ok, já, þannig að gunpoint núna þá myndið báður setja á Trumparan. Ef ég ætla að leggja undir eitthvað pening. Já, eitthvað sem skiptir máli. Já, eitthvað skiptir máli, ég geti hent einhverju klinki og ég sé þetta ekki breytast nema eitthvað sérst að komi upp á sko. En ég bara þakka Guði fyrir það að hann skildi ekki verða drepinn. Já. Því að ég held að það hefði orðið vopnuð átök í Bandaríkjunum í framhaldinu. En er ekki slæmt fyrir samanlega sem Hermann segja, en sko Hermann, það sem gerist þarna þegar Joe Biden vinnur kosningarnar og það sem gerist þarna í janúar 2020, það er ekki gott fyrir Trump. Nei, alveg fráleitt, en það lýsir því hugarástandi sem ég var að segja ykkur frá áðan. Hversu mikill hiti og hversu mikill svona samfanning var fyrir því að kosningunum hefur verið stólið og þetta hefur verið svindl og allt þetta og þarna er bara fólk svona misvel mentað og í ójafvægi sem æði bara á stað og þykist alltaf að láta hendur skipta og þetta verður þetta afleit uppákoma og þetta eru margir búin að fá þunga dóma sem að voru handteknir hann í framhaldinu en Þó mannsleika var mikið lætið þegar Trump vann. Mjög mikið læti og demokratar sátu nú ekki á skoðunu sínu með það að þetta væri bara endalok lýðræðisins í Bandaríkjunum og ég veit ekki hvað og hvað þannig að þarna eru bara mikil átök á milli fylkinga. Já, klart. Já, ekki spurning og það er áhugavert. Þetta verður heldur spennandi. Þetta verður eitthvað. Kannski nokkrar spurningar fyrir riddarspurningarnar. Já, nokkrar stuttar. Þetta er búið að vera veistla, þeir eru að standa sig svo hetjur. Já, heldur betur. Líka við erum alveg vel eftir darkina, þeir eru löngufarnir að sofa vennilega sko. Já. Nákvæmlega Hermann sagði mér að við myndum koma geisp sko. Þannig að Já, sko kannski örsnögt að minna á það. Já, nú maður að fara ég fekk skilabóð í dag frá Sútöp maður. Besti partur vikunar, herru. Glæný klæðskerastegi jakkaföt eru tilbúin til afhendingar og ég ætla að láta það hafa þau persónulega hvaða Jökull og ég hugsaði, þvílík þjónusta þetta er náttúrulega, svo er hitt sko nú er 50% afsláttur í Sútöp af hinni gömlu, vetralínunni Er það eigin litli sem er það? Já, passar Það var stundu sem úlingur heimi á mér Er það? Þeir voru að byrja að staupa vinnirnir þá komið stundu heim til mín
Áttu skjóli á þér. Alltaf skjól hjá mér fyrir ungmenni sem eru að byrja lífið. Já. Og svo fengum við bara leiðbeiningar. Það sjálfsögðu. Meðferð áfengis og svona. Talandi með fyrir áfengisdrykkir? Já. Búddvarinn? Búddvarinn, vá, hvað hann er góður maður. Ég er á 4. núna held ég. Já, ég er í krakkanum í kvöld en ég var í Búddvarinn helgina. Já. Þetta er tekniska gullið, það jafnast ekki á það, þetta er óviðjafnast. Hvernig finnst þér tekniska gullið, Brynjar? Hann er bara í krakkanum. Já, ég má ekki drekka meira en einn, sko. Nei, einmitt, já. Eftir einn, eða ekki neitt. Já. Og allt það og ekki blogga heldur. Brynjar líka, hann er fastur í þeirri reglu. Ég get sagt ykkur það, ég hef aldrei farið á Facebook undir áhrifum. Aldrei. Sumi trúaði ekki, en ég hef aldrei eiginkona sér algjörðum það að læsa Lyklaborðinu. Ég hef búin að fá mér, sko. Örstuð dánum fyrir mig stuttuspurningarnar. Sorry hverjum haldið ykkur lengi strákar. Það er ekki að hverju þriðskvöldi sem við fáum ykkur. Ekki svo stórður ekki. Nei, sko, nú er Brynjar, þú ert lögfróður maður. Sko, áfengislöggjöfin, nú er talsett rætt um að hvort það sé mikilvægt eins og Hermann tala um á Facebookasíðu sinni bókstali. Hvort sé mikilvægt að ríkisstarfsmenn megi einir afhenda Íslendingum áfengi í smásölu. Sko, byrjum á því, Brynjar, þú sem lögfræðingur, er þetta löglegt það sem er í gangi núna í Íslandi? Þú veist þetta kaos, villta vestri sem er í gangi? Ef ég á að vera alveg hreinskilinn, þá held ég að þessi smásala, þetta sé smásala. Ok. Já, að hluta til allavega. Þessi ellenda heildsala mennum við. Já, þessi menn eru, þetta sé raunverulega smásala, sko. Ok, menn geta deilt um þetta. En sko, það þýðir ekkert að eiga við þetta. Nei. Og það er bara mjög sér ganga upp að það geti bara erlendir nessalar selt en ekki íslenskir. Og svo er þetta bara það er slík þjónusta hjá ríkisstjórnarnum hjá ÁTVR að það er engin takmörkun á aðgengi í dag. Þetta er út um allt? Þetta er út um allt. ÁTVR með búðir allstaðar. Lokatímið þeirra hér eru veitingahús allstaðar. Það er engin takmarkun. Þannig að menn ætla að reyna að halda í þetta ÁTVR-kerfi er bara til þess að þeir bara vilja ekki einkarekstur. Þeir eru bara móti einkarekstur og nota einhver lýðheilsusjónarmið eitthvað slíkt. Þau eru löngu farin, öll lýðheilsusjónarmið. Einmitt. Og Hermann, varst þú ekki benda á að er þetta ekki bara að minnka áfengisneyslan hjá okkur eða? Já, ungu fólki. Já, hjá ungu fólki, hún har dregist verulega mikið saman. Og hjá mér líka. Og hjá mér. Hann er bara einum. Já, það er bara aldurinn færist yfir, þá bara minnka það líka. Já. En það er auðvitað þannig í dag að það eru 400 einkafyrirtæki með áfengissöluleyfi í formi vinnutingaleyfa. Og svo erum við með all nokkrar heildsölur sem eru skráðar með heimilisvesti erlendis sem eru að dreifa áfengi hér innanlands og svo ertu með Costco og annars stærsta smásala í heimi með stóra áfengisverslun í Garðabænum. Frábæra þjónustu og ég hef verslað þarna reglulega og spara mér 20.000 á ári með við ríkisverðið upp á Stuðlahálsi. 20.000. Þannig að það er með þetta eins og flest allt annað að bara gefa þetta frjálst. Láta enga framtæki keppa, bæta þjónustuna, auka úrvalið. Treysta neytendum? Ekki neytendum, treysta bara fólki fyrir sjálfum sér. Og hætta að reyna að hafa vit fyrir fólki hvort það kaupi feitt, kjöt, smjör eða bjór, sko. Lýðheilsusjónarmið, Hermann. Já, þetta er auðvitað. Þú verður ekki ábyrgð á þinni lýðheilsusjónarmið. Þetta er ein feitasta þjóð í Evrópu, sko. Þessi markmið hafa þó öll mistekist, sko. Nei, við verðum bara að bera ábyrgð á eigin fitu og eigin drykkju. Já, algjörlega saman á því. Þá er nokkra... Þessi þáttur er mynd fyrir þessu. Sko, nokkra stuttarspurningar fyrir rittara. Spurningarnar stuttsvör. Getur Samfylkingin haldið út með það fylgi sem hún hefur mælst með skoðanakönnunum? Byrjum á þér, Hermann. Nei. Máli vera aðeins lengra svar. Sko, Samfylkingin hefur eitt í dag, hún er með nýjan formann sem að talar af röggsemi og að mörguleiti af skynsemi, en hún á auðvitað að manna öll kjördæmi og hún þarf að finna auðvitað afburða frambjóðendur, finnst mér, til þess að geta haldið 30% fylgi. Þannig að... Já, hún er 26 núna ekki. Jú, ég meina þetta sveiflast eitthvað, ég er nú ekki mikill átrúnaðarmaður á skoðanakannanir almennt. En þetta er 15 mánuðir. En þeir eru klárlega að fara að taka annarkvort fyrsta sætið í fylki eða annarsætið. Brynjar? Nei, sko,
ég segi bara við fólk sko, byrju, af hverju ætti þetta fylgi að halda svona áfram? Byrju, hvað hafa menn gert í þingstörfum, tillögum, hvað hafa þeir lagt til, hvernig hafa þeir stjórnað í borginni, hvað verðskuldar þetta fylgi? Loforðin maður, loforðin. Já, loforðin hvað? Sko? Ég veit það ekki. 50 milljónir heilbrigðiskerfi. Það er algjörlega döðan della sko. Þannig að ég spyr mig alveg þó að menn geti verið svona ánægð með það að nýju formaður skuli vera aðeins að losa sig við þetta vóglið og vitleysislið sko. Já. Þá er það ekki nóg fyrir mig upp í 25-30% fylgi sko. Nei. Og ég bara segi, ok, ef þið ætla að hengja ykkur á samfylkinguna sem það er samt verið að bóða hærri skatt á meiri ríkisútgjöld og allt það, það er gamla samfylkingin alveg þar en þá sko. Já. Er það sem þið teljið kjósendur góðir að það sé muni bæta stöð ykkar, þá bara kjósið hennar flokk sko, þá getur hann alveg orðið 30% sko. Já. En þið eru þá að kjósa vinsistjórn sko. Þið eru ekki að kjósa en þannig sko. En eru við ekki alltaf að horfa í að næsta ríkisstjórn verður Sjálfstæðisflokkur og Samfó saman? Ég hef ekki vita á því sko. Hún segir sjálf að hún horfið til vinstri frekar. Já, Kata ef hún myndi bjóða það út að hún ætlaði bara að vinna með Sjálfstæðisflokk, þá er það bara besta mál. Já, en þá myndi hún líklega að missa hellinga fylgi reyndar. Nú byrjum við að Brynjari, getur Miðflokkurinn sömulegis haldið áfram þessari miklu upprisu? Komin í 15% núna? Já, hann getur það alveg, það er bara margt skynsalega sem þið segja. Vandamála, þetta er auðvitað ekki sín flokkur sko. Sonið var hann að láta að heyra það? Já, hann gerði það mjög fimmlega, hann er nú bara glettilega ritfær ungi maður. Klippir í kynni. og hann á náttúrulega móður, en í mínum huga sko. Af hverju segir þetta sé ekki flokkur? Að þetta er bara kringum einn mann, eins góður hann er. Alveg eins og flokkur sem við talum á Samfylkinguna? Já, þetta er svolítið orðið svona kringum einn, en gott og vel. Þetta eru miklu vinir mér bæði Beggi og Sigmundur og margt skynsamt þeir segja og þeir kunna nýta tækifærin sem gefast, þannig að ef Sjálfstæðisflokkurinn ætla bara að vera í sínum niður spíral áfram sko, þá stækka bara Miðflokkurinn. Einmitt. Ef þeir tala skýrt sem við þorum ekki að tala, þá stækkar hann og okkar kostnað. Já. Þannig að þú heldur að segjum bara sem dæmi að Sjálfstæðisflokkur myndi leggjast af í kvöld, flest atkvæði myndi færast yfir á Miðflokkinn. Frekar heldur en Viðreisn. Já, Viðreisn einhver leyti. Já, mest Miðflokkurinn. Já, ég hugsa það já, en ég meina hann leggst ekki af. Ég meina, ég segi bara það er engin annar flokkur með sjálfstæðisstefnuna. Þannig að hann má ekki, sko, ef sjálfstæðisflokkurinn er veikur, þá er stjórnmálalífið mjög vondur stað. Já. Þannig að ég segi alltaf að sjálfstæðismenn sem er að fara að kjósa Viðreisn eða Samfylkinguna eða Miðflokkinn, ef það ætla að veikja sjálfstæðisflokkur meira, þá eru þau bara að skjóta ykkur í fótinn. Sko. Hermann? Við þurfum að standa saman. Já, með Miðflokkinn. Já. Ég held að þeir séu bara mjög klókir og þeir eru flinkir í pólitík og þeir tala raunsæi stjórnmál og þeir þurfu ekki að taka tillit til eins eða neins. Það eru alltaf verið stjórnarandstöðu? Já, þeir ber ekki ábyrgð á neinum málaflokki. Þannig að ég tek oft undir með því sem þeir eru að færa fram og þannig ég get alveg tekið undir allt sem Brynjar sagði í þessu, ég held að hann hafi greint þetta alveg fullkomlega. Já, algjörlega, alltaf í 50 skákinni sinni, hann Brynjar. Sko, ég ætla ekki að spyrja ykkur hvort þau eru nýjan formann, Bjarni Ben, alltaf okkar maður allra, hann er kóngurinn og allt það, en ég ætla bara að segja, ef að Bjarni myndi bara hætta á morgun, hvað myndið þið vilja sjá taka við, Brynjar? Spurðu Hermann fyrst að þessu. Hermann? Það er erfitt Bjarni hættir sjálfur. Já, ef hann bara hættir og stendur ekki lengur til boða, þá á þessum tímapunkti myndi ég velja Guðrúnu Hafsteins. Áhugavert. Brynjar? Ég myndi velja Hermann Guðmundsson. Nei, ég held að það sé bara alveg ágætt að fá eitthvað utan að koma til sko. Já, bara eitthvað, já. Já, ég meina sem samt er tengdur flokknu skilur flokkin og veit hvað hann snýst og stefnuna, en ekki endilega þau sem hefur verið akkúrat í forustu. Nei. Ekkert endilega. Við sáum þetta, já. Ég ánægði með alltaf þetta fólk mitt og ég þykir vænt það og Gulla og Þórdísi og Áslaugu? Já, Áslaugu og Guðrúnu Hafsteins og allt þetta ágæta fólk og jafnvel Jón Gunnarsson. Já. En sko ég segi bara samt, þetta snýst ekki bara þetta snýst bara líka einhverja svona ásýnd sko, þar að segja þessi forustu búið að vera hérna lengi,
við erum þrátt fyrir mjög góðan árakamörgu leiti þá erum við samt ekki að ná einhvern veginn tengingu við kjósendur kann að vera að eins og bara samfélgið sótti bara Kristján út í bæ já getum við ekki sótt eitthvað út í bæ og rétt að selja hann sko einmitt, getum við ekki farið í á þannig nokkuð sanna sinna einstæðar sko. En samfélgið tókst það og engin veit neitt þessar konur allir bara já, bara frábæður hérna, bara nýji kanslarinn og Framsókn í borginni gerir þetta líka og Framsókn í borginni gerir þetta líka þannig að hérna, það getur vel verið eitthvað svona dvíð sko en þegar ég bara veist þegar við náum að æsa Bjarna þessu upp þá hann langt bestur sko. Ég alveg sammála því, hann er besta skilsetti Já, ég meina hann er náttúrulega rólegur og yfirvegaður maður og náttúrulega lögmaður eins og þú, þannig að lögmenn reyna nú alltaf að hugsa hlutina til enda og tjá sig Já, mér tekst það ekki alltaf Nei Það komið riddarspurningum Það er sannlega komið að riddarspurningum Síðasti liður Hvað er það? Já Það eru aðsenda spurningar Já. Takk fyrir að hlusta Brynjar Frá Samfylkingum Fyrsta er hreinlega frá mér og Brynjar, ég spyr þig hver er svona þín uppáhaldsbúlla hamborgarabúlla Tómasar það er og þá kannski helst hvaða hamborgari verður óttast fyrir valinu? Ég finnst hamborgarbúlun er bestir sko Er það ekki? Já, mér finnst það en ég þarf bara oft að fara svo langt sko ég er mikill hamborgarmaður, mér finnst hamborgar bara góðir Já alltaf er eitthvað, fólk eitthvað vandræðist eins og allir sé að drepast þegar þið borða hamborgar það er bara mikill miskilningur þetta er bara kjöt og grænmeti og svo smá brauð með því sko og hérna ég er bara maður, ég er hamborgarmaður sko Hann er búllumaður fyrst og fremst Já, ég meina ég fæ eiginlega aldrei vondan hamborgara sko Nei Þetta er þetta ekki það ánægilegt að heyra Hermann, það er yfir til þín hlutabréfið að steypa, spyr Elinor Mali Í dag Í dag Ég hljóð árferði Hlutabréf í dag Hlutabréfið í dag Verðin eru mjög lág Já Það er komin rosa lækkun á síðustu 3 árum Já og sama tíma hefur Bandaríkinn hækkað 80% Úff, í alvörunni? Já 80%? Já, þetta er En hvað getur maður beðið lengi? Hvað getur maður horta á þetta lækka mikið meðan innlánsvextir eru bara 8-9% og Já, hlutabréf þannig að þú kaupir þau og gleymir þeim í 5 ár Já, nákvæmlega Daytrading er ekki business sem maður á að vera í held ég Nei. Ekki nema að vinna við þetta Já Það eru hlutabréfin í dag Já, þetta er eitthvað Hermann haugamaður eða framari? Spyrja Söpvi Já, bæði Ég var ekki nógu góður til þess að spila með fram þegar ég var upp á mitt besta Ég er nefnilega jafnaldri Gumma Steins og Gumma Torfa og þessara stráka sem voru bestu knattspyrnumenn Íslands þannig að ég skipti yfir í hauka og spilaði með þeim í eitthvað 15 ár hafði mjög gaman að því en framhjartað er alltaf blátt Knatthúsi og Haukum, ertu sammála því útgjaldafyllir í og Hafnarfjarðarbæ? Sko, ef maður bara horfir á þetta almennt og horfir ekki bara á haugana heldur til dæmis upp í Úlfarsárdal er búið fjárfesta fyrir 5 milljarða í íþróttamannvirki fyrir fram og þarna eitthvað svipað þarna í Hafnarfirði. Þetta eru náttúrulega rosalegar upphæðir fyrir fámenn sveitarfélög að takast á hendur. En þetta er hins vegar bara það sem að foreldrar dagsins í dag krefjast. Að krakkarnir er að fái bestu hugsanlegu aðstöðu til að missa ekki að tækja fyrir honum. Og við sitjum svolítið uppi með þessi gæði, finnst mér. Þetta er mikilvæg þjónusta sko. Þetta er óbúslega þjónusta og þetta er að mikilvægt sem þú gerir fyrir börn, það er að gefa hann tækifæri á að stunda íþróttir. En það er samt að vera með 5 milljarða uppbytta. Sko, maður fær rauk fyrir því allt, menntakjafrið er mjög mikilvægt og þess vegna þurfum við að passa það að enginn sé, þessi rauk eru svo... Ég myndi ekki byggja þetta sem bæjarstjóri sko, fyrir 5 milljarðar. Ég fundi ódýrari lausn. Jón Rúnar sagði það, milljarður bara, hann sagði bara að þetta er einhverjum í hug í Evrópu að vera með uppbyttað það. Það þarf ekki 25 gráður til að spila fótbolta sko. Ég held að hann vissi nú eitt. Ég spilaði fótbolta þegar það voru malavellir og snjóskaflar og pollur í vítateiknum sko. Já, Brynjar líklega, sjálfur líka. Ég er sko eldri en Hermann sko, þannig að það munar kannski ekki miklu. En nei, ég menna aðstæður eru gjör breyttar en menn verða aðtúa það að íþróttafélögin eru með öll börn og ungmenni hjá sér sko. Þjónusta þau 20.000. Klárt. En þetta er góð fjárfesting. Sammála því. Já, þetta er ódýra heldur að borga þetta að sjá þetta sjálf. Já, rétt. Mikilvæg hlutverki en já, sko talandum hotlan og ferskan mat eins og sko hamburgar sjálfsög ekkert að þeim. Frábærir. En Söpvei, sko Hermann, heita það Rista? Rista.
Þú fer í rista, já. Birkir þinn uppáhaldsbátur þessa Það ítalsku BMT. Já, það BMT. Já, Jóhann Friðrik spyr hérna, eigum við að hætta með íslensku krónuna? Helviti líklegt að þessi, já, Brynjar, eigum við að hætta með íslensku krónuna? Ekki nema og gengur í ESB. Já. Ég held ekki. Ef við ætlum að hætta með hann og ekki gangin í ESB, þá myndi ég frekar taka dollar. Já, Hermann? Já, ég er eiginlega á sömu skoðun. Það gleymist stundum að þessi króna sem að hefur tapað miklu verðgildi, það er alltaf verið að birta á Facebook og öðru hvoru að krónan hafi tapað 99% af verðgildi sínu frá því að hún var tekin upp og það er örugglega réttur mælikvarði en það gleymist líka að bandaríkjadollar hefur tapað 88% af sínu verðgildi frá sama tíma. Það er enginn að tala um það. Það skiptir engu máli hvaða mynt við erum með. Það eina sem skiptir máli eru þau verðmæti sem við erum að skapa. Já. Og ef þú horfir hérna út gluggann að þá eru lífsgæði á Íslandi ekki síðri en í Svíþjóð eða Danmörku, Bretlandi eða Þýskalandi og þau eru öll með sikkura myntina og við erum okkar eigin mynd og þetta er svo mikið aukaatriði hvaða mynd við erum að nota. Hún er bara mælikvarði eitthvað ástand og við getum öll farið út í banka bara á morgun og náðu okkur í evrur eða dollar. Bara svo kvikasilfur í hittamæli. Hún er svolítið þannig. Já. Þannig að þessi umræða við Íslendingar eru svolítið fastir í því að það þarf að vera svolítið quick fix. Bara redda öllu strax, skiptum bara mynda því að vextirnir er alltaf háir en það breytir því ekki að vandinn er ennþá til staðar sko. Eða fara í ESB og vandinn er ennþá til staðar sko. Þetta snýst auðvitað allt verðmætasköpun og það er svo sorglegt að horfa á það hvað ýmsir hópar massíft djöflast gegn atvinnulífinu. Fiskeldi, ferðaþjónustu byrjað líka, stóriðju, fiskveiðikerfinu, alltaf orkuvinnsla. Það er verið að djöflast gegn öllu sem skapar þessi verðmæti. Þetta er einhvern veginn svo í mörgum að vera svo á móti þessu, að því hugsaðlega græðir einhver. Er þetta ekki bara öfund? Í grunninn er þetta hlýtur þetta að vera það. Ég hef enga betri skýringu. Nei. En þetta mun koma verst við okkur bara almenning sko. Ef við ætlum alltaf að djöflast og gera atvinnulífið erfiðara fyrir af því að menn líta bara að þetta sé bara mannvonska þar. Óheiðarlegt fólk, svindlarar. Já. Þetta er bara hugmyndafræðin og það sé verið að hafa af okkur. Einmitt. Ef það er hagnaður í fyrirtækjum þá er það á kostnað okkur almennings. Já. Ef við komumst ekki út úr þessu þá endan kæfum við okkur sjálf sko. Algjörlega. Ég spurði Brynja einnar spurningar fyrir svolítið síðan en mér langar að spurja Hermann aðeins líka sko, kannski aðeins nýjum búningi myndi það hafa slæm áhrif á atvinnulífið að kippa reiðufé úr umferð? Góð spurning. Nei, það myndi sannilega atvinnulífið myndi lifa það ágætlega af sko, í grunninn. En við þurfum líka að fylgja einhverjum leikreglum í þessu samfélagi og íslenska krónan er lögeyrir þjóðarinnar, hún er skráð í stjórnarskrá og við höfum lofað að hafa hann á virða og Seðlabankinn að verja hann og gefa hann út og allt þetta. Þannig að ef að hugmyndin hjá þér snýst það að með þeim hætti getum við verið með allar greiðslu skráðar og ekkert óskráð í umferð, þá er það svona dálítið drastísk aðferðafræði finnst mér því að menn mun alltaf finna sér einhverja aðra leiðir. Við vitum auðvitað þessa kryptómenningu og menn eru með handhafa skuldabréf og menn eru með erlenda mynt í seðlum og svo framvegis. Það myndi ekki lækna málið sko. Nei, menn sem er halda það. Því, sko. Já, margir halda það sko. Algjörlega. Þannig að ég er aftur á þeim vagni sko, við eigum að treysta fólki og mín reynsla eftir 30 ári í atvinnulífinu er að 99% af fólki er heiðalegt. Já. Ég svo pyrraði mig svakalega að gamla fólki er að týna hérna seðlana í röðinni og rokkjum klíkja. Ég skal viðkynna það helst þá sem ég segir að taka þessa helviti sko. Peninga út sko. En gamla fólki bara vill hafa sitt reiðufé sko. Já, algjörlega og ekkert sem að dæmi það ekki neitt sko. Aldrei móðum við fór síntum alltaf í bankan bara til að borga þar sko. Það ekki reikningana sko. En það reiði fyrir írnar ekki umslæðinu sko. Nei, gerði það ekki. Það er eitt sem sendir hérna Hermann House Business, hann er líklega að spyrja bara hvernig gengur á kemi. Já, þetta er gott ár. Já, það ekki það. Árið fyrra var mjög gott, metár og þetta árið betra. Það gengur vel. Já. Þorvald ekki mann í vinnu. Jú, þetta er laus. Já, ég er laus. Ég er ekki með neitt mann í vinnu. Já, bara við gullúðun kemi. Hafa útlutanir til Brynjars Níelssonar úr stinningasjóði Hermanns Gunnarssonar farið vaxandi samhliða hækkandi aldri? Spyr Þorvaldur og Teim. Nei, ég fekk útlutað þarna einu sinni úr stinningasjónum og
og það hafði slíka áhrif að ég var að hugsa að fara upp á Slysó eftir sólaríkin, þannig að ég hef alveg látið það eiga sig síðan. Já, ef svo þá bjóða David Jones náttúrulega leifur upp á náttúrulega lausn. Já, þeir eru náttúrulega með náttúrulega lausn í formi leynir sáfnisins. Byrjum að brinja það núna. Hvernig finnst þið Seðlabankastjóri hafa staðið sig? Bara ef við horfum á síðan hann tók við bara. Ég er bara mjög, ég er ánægð með Seðlabankastjóri, frábær gæði. Já, Hermann? Já, líka, ég er mjög ánægð með hann. Ég held að það er svo auðvelt að vera vitur eftir á. Ég held að við höfum dýft okkur aðeins of neðarlega með stýrivextina í COVID, en það vissi auðvitað ekki hvað COVID var og hvort það myndi endast. Þannig að það voru allir að reyna að gera sér besta. Ég er mjög ánægð með hann. Tökur í honum, ég er ánægð með hann. Hann tala skýrt og hann lætur menn bara heyra það. Þó hann stað með þess, þá tala hann skýrt. Já, klárt. Sonuðinn spyr, sonur hans Brynjas, hvernig ætlar að hætta að tefla með tapilega Reykjavíkur og ganga til liðs við Hrókals fagnaðar? Er hann ekki búin að bjóða þér í liðið? Nei, hann er bara aldrei, þessi síni minn tala aldrei við mig, sko. Svo kom einhver spurning núna. Þeir finnst ég algjör fáiði og helst ekki eiga mikið sakkitt um mig, sko. Ertu búin að halda skákin eitthvað við? Nei, ég hef ekki sett það. Meiri britsinu? Já, britsin hefur alveg held ekki mig. Já, algjörlega. Við sjáum það núna, strákar, og nú ætlum ég að spyrja ykkur einu. Arnór Þór Jónsson, sá mikli meistari, hann mætti til okkur daginn og núna er hann er með allar pönnur kveiktar á í eldhúsinu, hann er að pæli að hendi stjórnmálaflokk, alvöru hægri flokk allar henda. Þurfu þið tveir ekki bara að stofna alvöru hægri flokksbyrð? Og vera tveir í honum? Já, ég vonandi fóðið fleira fólk með ykkur. Var það þessu Sigmundur og Beggi? Nei, ég held að það sé nóg pláss í Sjálfstæðisflokknum fyrir gott fólk og ég held að Arnar Þór ætti frekar að vera áfram að berjast þar innandyra fyrir sínum höfðarefnum. Hann er klárlega í minnihluta, sérstaklega hann er kannski af kynslóð sem að er fastari fyrir í gömlu gildunum heldur en unga kynslóðin. Hann er ekki frjálslyndur? Jú, ég held að sé bara glettilega frjálslyndur í raun og veru, sko. Menn þurfa svolítið að lesa hann skrifar marga frábæra greinar og hugsar mikið og stundum fyrst mér að hugsa of mikið og ég hugsa hann sé í raun og veru frjálslyndur margur heldur, sko. En það er ekki lausnin að stofna nýjan flokk. Já, fá 10. flokkin. Já, af því að þú ert undir í einhverju. Ég var í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Oft var ég auðvitað undir í þingflokknum með einhver sjónarmið. En þú bara, lýðræðið er bara þannig. Já, þannig lífið. Já, lýðræðið bara er þannig. Þingflokkur er lýðræðis fyrirbæri og flokkurinn er lýðræðis fyrirbæri. Stundum eru sjónarmiðin ofan á, stundum ertu undir. Ef þú ert undir í einhverju og ekki sáttur við það, að fara bara. Nei, það ger ég ekki. Ég er ekki þannig maður að ég bara fer. Ég reyni þá að berjast fyrir mig og ef ég á ekkert erindi lengur og ég segi bara flokkurinn hættur að vera Sjálfstæðisflokkur þá auðvitað bara tekur einhver annar þá stefni yfir, sko. Sjálfstæðisflokkur á ekki einhverjum á henni, sko. Nei. En stefnan er þannig, það er bara fullt af frábæru fólki og mjög öflugu fólki innan dyra. En ég bara finnst þú ekki tala nú skýrt og ákveðið og ég er skammaður fyrir það. Við gefum á mikið eftir, við svona til þess að halda eitthvað frið og allt þetta. Tölum undir rós. Undir rós og bökkum út úr og segja að það er bara þannig að það er samstöðbúrstjórn og gott og vel. En það er samt alltaf ákveðin prinsip sem þú getur ekki alveg gefið eftir, sko. Og mér finnst við bara heldur ekki nú að tala nú skýrt þannig að fólk upplifir einhver tengingu við okkur. Já, og ég held líka bara að það hefði allir Íslendingar gott að því að fá að sitja eitt landsfund. Það er mikil upplifun. En maður kemst inn á hann. Ég hef gert það 2 svar og 1800 manns í hvort skipti og þetta eru ógleymanlegar samkomur og alveg frábær hugur í fólki og metnaður og ólíkt fólk. Þetta er fiskverka fólk utan að landi, þetta eru bændur og þetta eru iðnrekendur og heilsalar og öll flóran og allir jafnir, allir með eitt atkvæði. Þetta er mjög það er mikil fegur í þessu. Mikil fegur og það er bara mikil svona dýnamík, opbóðsleg dýnamík í þessu. En það sem 800 manns getur verið ósammála flest. Einstakar hluti skilur. En það er eitthvað sem tengir okkur. Við þurfum að halda því. Ekki stofna nýjan flokk. Ekki stofna nýjan flokk. Þó ég hef stofnað fílubókafélag, ekki farið slíka fílu að þú farir, sko. Algjörlega. Þess að Brynjar uppáhalds pólitískur andstæðingur á ferlinu. Uppáhalds pólitískur andstæðingur á ferlinum eru 2. Já.
Það er Ögmundur Jónasson og Össur Skarphéðinsson. Já, þú er gaman að þeim. Mikli vinir við Ögmundur, ekki sammálu neitt. Ekki neitt, sko. Ekki eins og hvernig það á að fara fram úr rúminu, sko. En við erum mikli vinir og við vitum alveg hvernig það er og við vorum saman mikið á þinginu og við vorum í öfbráðinu og vorum alltaf viku í senn, 4 sinnum á ári í Strasbourg og við áttum margar góða stundir þar. Ögmundur er mikill húmorist en maður skildi ekki átt að sjá því. Nei. Fyrir forvitin sækir, Brynjar, hvoru megin ferð þú úr rúminu á mótnana? Alltaf hæra mig. Það er bara þannig. Já, alltaf hæra mig. Konar fyrir vinstra megin. Já. Hann færi rúmi til í hótelinu að það er ekki hægt. Já, ég fer bara Þegar ég sjá hann. Ég bara, eins og bara ég spurði það hvað geymur í vinstri vasanum. Já. Ekki neitt. Ég noti ekki vinstri vasanum. Vísu er það lí en ég er hægri maður. Þú ert hægri maður. Og ég er ekkert feimið að segja það. Já. Ég held að fólk sé núna mjög hissa að heyra þetta allavega. Nei, þegar menn alltaf reyna að þóknast öllum og bladra einhverja þvælu bara út og suður. Halda þegar vindarnir sé að blása þannig. Ég bara hef engan húmor fyrir því. Algjörlega. Við hefum nokkra en eftir byrjum á Hermann núna hvort liggur meira á að leggja niður RÚV eða Vínbúðina, spyr frumherji allir með 7 endast ef að drífa sig í skoðun. Vínbúðina. Já, Vínbúðina. Brynjar? Já, ég er alveg saman því að Vínbúðina menn með ekki alveg vera þannig að halda það að ég sé algjörlega á móti í RÚV. Ok. Ég segi bara að það er menn þarf fyrst alveg endurskipa ekki hlutverk þess. Það er bara að þvælast í alls konar vitleysu en ég get alveg sætt mig við einhvers konar menningar útvarp á vegum ríkisins en þetta sem er að gerast í dag þetta er bara skekkja allar fjölmiðlamarka þetta er bara komið ykkur rugl sammála og ég meina þó að RÚV færi myndi ekkert gerast við myndum bara að lifa Nei, eftir mánuð var enginn talað um það lengur Nei. Alveg eins og átvíðaferð þú bara hætti með það er alveg sem með bjórin þegar bjórin var komin talaði enginn um það myndi enginn vilja fara tilbaka er enginn að reyna að banna hann allavega Er þetta ekki bara svo litasjónvarpið líka? Jú Vinstri menn voru á móti kannasjónvarpinu þau voru á móti litasjónvarpinu og taldu þetta algjör lámenning allt saman alltaf eitthvað lámenning og eitthvað svona lúttistar og þetta er svolítið ennþá þetta er auðvitað bara það væri svo að rífa hjarta á vinstrimönnum að leggja niður RÚV það myndi auðvitað ekkert gerast það myndi enginn fara að stofna ríkisútvarp allt í núna en það væri ekki til staða fyrir Ólíklegt þannig að en ég er alveg ég meina ég er auðvitað menningarsinnaður og það er auðvitað menningarverðmæti til þarna núna og ég hef bara viljað kannski frekar að ríkissjóð myndi borga öðrum sem að flytja þetta einhverjum engaðalum sem þið þurfa við styrkjum einhver svona menningarefni frekar en að við séum einhverjum útastrekstu í risa kompani Já, algjörlega Næst síðan spurningin Brynjar, munu Valsmenn klára dæmi í Skotland á 5. Það held ég ekki Nei, ég held að bara einfallega hitliði sé sterkara því miður Ef það gerist þá er það bara einhver lukka sem ég vona að verði ég er auðvitað valsari Já, algjörlega Þá er síðan spurningin og hún er í boði bónusleifur þú kannski segið með aðeins fyrir bónus Já, bónus, náttúrulega mínir menn búin að vera vesla það grimt alveg ég ætla bara að vera alveg hreinskil með það krónan er hverfsbúið mín en ég gerir mér ferð í bónus og það hefur heldur betur séð á heimilsbókaldunum síðan ég fór að færa viðskipti mín alfarið yfir og ég veit ekki hvort ég sé banna nefna önnur aðra verslanir en bónus býður betur Við byrjum á Hermanni síðan spurning til Hermanns í kvöld Er komin tími á að Sjálfstæðisflokkurinn fái hvíld frá því að vera ríkisstjórn ef ekki ef það verður kosningar á morgun hvað var fólk að kjósa? Það var að kjósa Sjálfstæðisflokkinn og helst í svo miklu mæli að hann verði í yfirburðastöðu þannig að þessi fjöldarhreyfing sem Sjálfstæðisflokkurinn er og svo hugmyndafræði sem hann stendur á bakvið geti haldið áfram að lyfta undir þetta samfélag og bæta það á allan hátt það er engin annar flokkur sem getur gert það Þetta var vel sagt Hermann Vel svara Getur þú bætt eitthvað við þetta? Nei, ég geti engu bætt við þetta Er Sjálfstæðisflokkurinn við erum aðeins búin að raunifræðin í kvöld
þetta er ennþá skásti möguleikin. Já, en það er bara mjög vont þegar hann verður veikur, sko. Þetta veikur, ef hann er bara einhverju 20%, þá er auðvitað þessi, veist, þá hefur hann bara minni áhrif. Hann hefur auðvitað minni áhrif að vera 1 af 3 flokkum í ríkisstjórn með það var bara 1 af 2, annar af 2 áður. Og hafði með auðvitað miklu meira vikt og gat þá komið einhverju framfaraskrefum. Eins og þegar sko ríkisstjórn Davíð Oddsson tekur við 91, þá verður þetta bara ofboðslega breyting á íslensku samfélagi. Ég held að menn átti sig ekki almennt á því, hvað verður mikil breyting til nútímans. Og svo kemur þessi stjórn, svo þessi ríkisstjórn núna eftir 2013, hafa auðvitað náð gífurlegum árangri og atvilið hefur eflst og hérna allt í hennu bara hérna getum við miklu meira. En þetta er ekkert sjálfgefið. Ég held við séum bara á sömu tímamótum í dag að það er komin tími núna eftir hvað ég var að segja þessi björgunarstörf sem voru unnin eftir bankarhrun og uppbygging á samfélaginu og allt það, nú finnst mér eftir þetta langa samstarf með Vinstri grænum að við séum komin svona á einhverjum einhverja krossgötur, það sem þurfum við að brjóta núna nokkur egg til að baka omelettu og lyfta þessum síðustu frelsismálum hátt á loft, treysta fólki fyrir sjálfum sér og heimila einkaaðilum að selja áfengi og magniltöflur og svo margt fleira, stórauka kraftin í einkarekstri í heilbrigðisgeiranum, auka einkarekstur í menntakerfinu, við erum búin að sjá hvað opinbera kerfi gerir, við erum komin á botnin í PISA og þannig að það verður nú ekki verra í einkareknu kerfi, þannig að það er bara komin tími á nýja byltingu, hægri mennsku. Voru þetta ekki svo frábæra loka? Bara Hermann er snillingur. Hermann Guðmundsson, Brynjar Níelsson, takk kærlega fyrir kvöldi og takk fyrir komuna. Takk.